Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í viðtal vikunar með Snorra Másinni, ritstjóra föstudaginn 27. september 2024. Þetta einfaldi fréttaþátturinn með einföldu grunngildin ást á ættjörðu, ást á sannleika. Í dag sest hjá okkur engin annar en Sigmar Guðmundsson, fyrrverandi fjölmiðlamaður til margra ára, tuga og núverandi þingmaður Viðreisnar í Suðvesturkjördæmi. Sigmar, við ætlum að ræða mjög margt og förum mjög djúpar umræður alls konar þjóðþrifamál og var mjög gott spjall með Sigmari, njótið vel. Ég nefni það oft hér í upphafi þáttar að ég í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki á frjálsum markaði. Eitt þeirra Þ. Þorgrímsson. Það sú byggingarvöruverslun sem við verslum við ef við hlustum á Snorra Másson, ritstjóra. Efni til þess að setja á veggi, gólf, loft, gæðaefni, ódýrefni, þú færð þau í Þ. Þorgrímsson. Annað fyrirtæki Myntkaup. Það fyrirtæki sem fólk versla við á Íslandi, ef ég mætti ráða og ef ég ætti að ráðleggja því, eða að stíga sín fyrstu skref, eða ef það eru stórtæki kaupendur, jafnvel, að til dæmis rafmyntum. Örugga og einfalda leiðin til að kaupa Bitcoin hjá Myntkaupum. Farin á myntkaup.is. Við ætlum að fara í viðtal við Sigmar Guðmundsson. Sigmar Guðmundsson, vertu hjartanlega velkomin hérna ritstjóraborðinu, gaman að sjá þig. Já, takk fyrir að bjóða mér, gaman að sjá þig líka. Ertu hressa? Ég bara mjög góður. Ekki full ástæða til þess að vera bara svolítið bjartur núna. Jú, en menn hafa kannski ekki tekið verið það mikið í samfélaginu þessar vikunar. Núna náttúrulega maður svona kannski bara að tala það hvernig mann á að líða almennt. Það eru þetta hörku vetur framöndan eða þú ert að vísi það í pólitíkinu og svona. Já. En við mögum þetta ekki missa gleðina. Þarna, mér finnst Viðreisn svolítið skrýtin flokkur. Hvernig Viðreisn? Það náttúrulega alltaf verið að reyna að hengja einhverju merkimiða á flokka. Já. Mér finnst þú í svo fínni skýrt og fínu bindi. Einhvern mann hefur uppnefndi best klædda píratann. Já, ég hef heyrt það. Þú hefur heyrt þetta? Já. Þetta er fljótandi á milli flokka, hugssjónirnar og annað eins, en þú ert nú smá hægri maður, eða ekki? Jú, ég myndi nú segja að ég væri svona miðhægri, en ég hins vegar mjög frjálslyndur og það kannski það sem að skilur okkur aðeins frá öðrum til dæmis flokkum sem eru hægra megin við miðjuna eða þar bil að við erum kannski frjálslyndari. Já. Og annars svona merkimiðar oft svolítið sérstakir og erfiðir við að eiga, sko. Já. Viðreisn bara Viðreisn. Já. Við erum auðvitað með, þú veist, okkar sérkenni sem auðvitað blasa við ansi mörgum og svolítið hraustlega. Já. Svo það auðvitað þannig að við erum kannski líkur einhverjum einum flokkjum eitthvað og annað og þeirra eru 8 eða núna held ég séu 9 flokkar á sviðin ef við tökum sósíalistana með 9 flokkar. Já, svolítið mikið. Og getum rétt ímyndaðir að það er auðvitað svolítið mikið flota á milli og þetta er auðvitað bara það sem hefur verið að breytast. Breytist svolítið hressilega upp úr hruni, breytist með samfélagsmiðlum og það er bara orðið auðveldara að stofna flokk og fólk bara gerir það hugðarefni sín og þetta er bara lýðræðið og þetta er bara veruleiki sem við þurfum að fóta okkur í. Já, en þetta er svolítið áhugavert, hversu ánægðir kjósendur geta verið með stjórnvöld, skilur. Ef maður bara reynir að velta fyrir sér bara í svona stóru myndinni, bara abstrakt, hversu ánægður getur almenningur orðið með stjórnvöld, þú veist. Í Bandaríkjunum það talaði um að sé í raun og veru bara 51% lýðræði vegna þess að 51% ráða hver skilur við stjórnvölin og svo eru 49% óánægð í raun og veru. Það er þannig sem þetta blasir við mann í Bandaríkjunum og þetta er orðið í raun og veru bara svona lífað dauði 51% eða 49%. Hér er svona... Það er náttúrulega svo sterkt tveggjaflokkakerfi þar. Já, en hér er þetta miklu flóknara. Það myndast einhvers konar samsteypu stjórn flokka sem svona reynir samt að keppast um það í aðdraganda kosninga að sína fram á þessu sérstök. Og ég náttúrulega hef ákveðna samúð með þér að því þú kemur náttúrulega fjölmiðlunum og þú ert náttúrulega ekki svona flokkspólitískt dýr frá blautu barsbeini eins og svo margir eru. Þeim hefur bara alltaf fundist að sjálfsagt í sínu erðaefni að vera bara sjálfstæðismenn og bara tala fyrir þeirri stefnu eða hvernig sem það er, sko. Þetta er svona allt í einu hluta flokki og þá þarf þetta að segja eitthvað þann flokk, skilur. Eins og þetta sé ekki bara eitthvað samansam fólk, sko. Þetta er auðvitað bara fólk sem kemur úr öllum áttum, en minna það er auðvitað ekkert leyndarmál. Ég var nú reyndar í ungleiðastarfi í sjálfstæðisflokknum sínum tíma hérna fyrir langa... Eins og margir rúvarar. Já, og bara... Og margir almennt. Já, margir almennt og og fólkin og rú kemur auðvitað líka úr öðrum flokkum líka og allt þetta. Þeir eru ekki að ráða mikið hægri menn þessa dagana finnst mér. Þetta er svona oft ræðist þarna fólkinn á fréttastofunni sem bara, heyrðu, þetta er
vinstri aktivisti, það er augljóst að þú getur bara hort á Facebooki að þetta tekur 5 mínútur að fletta þessu en hefði þið fundist sanngjarnt að því þú varst nú í fréttum og fréttaefni að það var alltaf verið að setja samasemmerki á milli þeirra skoðana sem þú ert að viðra á Facebook og þess sem að þú ert að gera? Nei, það er svona þú veist, það er ekki þá umræðu? Já, ég þekki þá umræðu, sko, en enga síður er þarna ég veit það ekki, mér finnst samt hluta því er auðvitað sanngjarnt, hluta því er einhver svona pirringur út í að það sé einhver pólitík í fréttaumfjöllunni á RÚV, sko, og það er augljóst að hún er fyrir hendi í ákveðnum málum, en svona annað af þessu nei, þú veist, það er líka hugsunin að í fréttaumfjöllunni getur þið verið hlutlaus, skilur, það er einhver hugsun. Ég var náttúrulega þarna í 2 áratugi og þú veist, ég var ýmist bláskjár eða þá eitthvað vinstra útvarp, sko, og við fengum þetta nú bara svona eftir því hvernig vindarnir blésu eða hver var að tala, sko, og þú veist, það er ekki hægt að velta því eitthvað mikið fyrir sér. Ég meina, mér finnst, sko, þegar það er verið að tala, þegar við erum komin inn í fjölmiðlun og fréttir og allt þetta, mér finnst menn almennt, eða nokkuð oft, vanmeta þetta element einstaklingsins, bara okkar allra sem að vinnum á fjölmiðli eða hvar sem við erum að vinna, að við viljum vinna vel. Við höfum engan áhuga á því að vera talsmenn eða agentar og einhverjir annarlegir hagsmunir að baki. Þetta er auðvitað bara ríkt í okkur öllum að vilja vera alvöru fagfólk og mér finnst menn alveg svona svolítið einhvern veginn fljótir afgreiða fólk að því að það kemur eitthvað frétt sem að menn er ósammála og þá er bara fréttamaðurinn allt í eitthvað fíbl, sko. Nei, ég er alveg sammála þessu og ég þekki þessu umræðu vel en það er þessi skrýtna tilviljun með að sjónarmiðin sem eru viðru í greinum blaðamannanna eiga það til að samræmast að einhverju leyti sjónarmiðum eigenda miðilsins og þetta er flóknara með RÚV en ég hugsa með RÚV, sko, að því að sko, allir miðlar hafa vaknað upp við vondan draum bara á síðustu 10-20 árum við það að viðskiptamódelið þeirra er, sko, ég segi ekki hrunið en að hrunið komið frá því sem var og þetta hefur náttúrulega breytt, sko, fjölmiðlum frá því að vera í einhverju ákveðni starfsemi í að leita, þú veist, þeir þurfa að leita að umferðinni, þeir þurfa að leita að þú veist, smellum innan gæðsalapa, þótt ég þóla ekki heldur þá umræðu í sjálfu sér, sko, en RÚV einhvern veginn er skilið eftir vegna þess að það hefur ekki alveg þessa sömu hvata, heldur er það einhvern veginn miklu varðara frá þessu hruni, sko, þannig að það getur verið áfram sterkt en enga síður er alltaf látið eins og það sé alveg eigi að vera alveg hlutlaust, en er það einhvern veginn raunhæft mist, og þið sem líka hægri menn í einhverjum skilningi, að þú veist, hvað finnst þér eðlilegt ennþá að RÚV sé svona fyrirferðarmikið í fréttaumfjöllun og í skoðanamyndun í samfélaginu, að ríkisvaldið sé með þessa útgáfustarfsemi í raun og veru, sko, af því að á endanum, ef maður einmitt rekur bara aftur þræðina, hver stjórnar RÚV, þá er það ríkisvaldið, þú veist, sama hvaða fulltrúar veljast í þær stjórnir, þá hefur ríkisvaldið líka sjálfstæða hagsmuni, skilur, bara frá svona frjálsvíkju sjónarhorni, sko. Hvernig er hægt að líta á þetta? Jú, sko, mín afstæðu þetta mótast kakvart ríkisúttrúminn einhverju leiti að því að ég náttúrulega vann þarna í 20 ár í öllum mögulegum deildum og þáttagerð og fréttum og bara fekk þarna alveg óendilega mikilvæga starfsreynslu og mikið að tækifærum. Þannig að ég þekki auðvitað alveg ágætlega hvað er verið að gera þarna og ég veit alveg hvaða andrúmsloft er þarna og ég hef aldrei tekið eftir því að það sé eitthvað samsærið þarna innan hús að vera í einhverju bixi, sko. Nei. Ég hef bara aldrei tekið eftir því. Nei. Auðvitað er vafalítið hægt að taka einstaka fréttir eða einstaka þætti og svona tekna upp einhverju svona mynd, sko, en á heildina litið þá er bara fólk að reyna að vera fagfólk þarna. Ég er sjálfur og það er nú reyndar stefna míns flokks líka að það sé bara í fínulagi hér séu reknar flottar menningarstofnanir sem að ríkið sé með á sínum snærum. Mér finnst það eiga við ríkisútvarpið. Hitt er síðan annar mál, sko, hvort að það sé eitthvað hægt að breyta stofnuninni þannig að tekjuflæði sé þá bara beinna frá ríkinu og minna frá auglýsingum sem býr þá til meira súrefnin á einkamarkaðinn, af því að það eru þetta alveg mikið áhyggjefni að ríkisútvarpið sé svona lang fyrirferðamest á markanum. Það á ekki endilega að vera þannig, þetta eiga að vera sterkir og öflugir einkamiðlar. Þetta er bara allt svo mikið að breytast og þetta er svo mikið á flegiferð og
Það hefur alltaf verið erfitt að reka fjölmiðla á Íslandi. Það erfitt að reka hans sem margt á Íslandi bara því að við erum svo fá. Þurfum svolítið meira fólk inn í þetta samfélag. Já, algjörlega. Já, þannig að mér finnst í sjálfu sér engin mótsögn í því að vera kannski eitthvað aðeins hægra megin við miðju. Ég ekkert einhver últra frjálshyggjumaður. Ég vil hafa nú svolítið pragmatík í pólitíkinni líka og það þarf auðvitað að tekla viðfangsefnin bara út frá því umhverfi sem hverju sinni og allt þetta, menn get ekki verið alveg glerharðir í einhverjum stefnum og straumum sem bara aldrei hægt að kvika frá. En margir hægrimenn sem ég þekki væru mjög til að horfa og það gerast að ríkisstjórn væri mynduð sem myndi gera eitthvað með RÚV eða sérst einhvern veginn breyta þessu og minnka umfóki og gera það sem alltaf verið að tala að það mætti nú alveg einmitt eins og orðað, eitthvað mætti almennt mögulega eitthvað aðeins minnka umfóki, þú veist. En Ríkisútvarpið þarf ekki að vera einhver fasti í samfélaginu óumbreytanlegur aldur og ævi og aldrei megi taka umræðu það hvernig strúktúrin þarna að vera, hvernig áherslur eða þú veist, þetta er auðvitað bara lifandi umræða sem á alltaf að vera. Ég held að sé nú ekki meiri hluti fyrir því á þingi að leggja niður Ríkisútvarpið. Það þykir auðvitað, það er bara staðreynd að almenningi þykir mjög vænt þessa stofnun. Hún almenningi finnst að hann eigi svolítið í henni. Já, það er líka stór hluti almenning sem finnst stofnunin bara tala á skjön við sín gildi. Já, en við sem höfum verið að vinna þar innan hús á þess að ég ætla að vera í einhverju heilari vörð fyrir allt sem að Ríkisútvarpið gerir. Við höfum oft verið að fá þessi þversagnarkenndu skilaboð það einmitt að við séum annarkvort eitthvað hægri eða þá við erum eitthvað vinstri og þú veist, maður bara svona einhvern veginn tekur þetta á sig og hugsa býtu, ok, hvað er ég þá? Já, ég er allt eða ekkert. Nei, þetta er bara þetta er bara fólk að reyna að vinna vinnuna sína vel. Já, ég veit það, en það er svona og mér finnst ég finna fyrir því fylgist með RÚV og líka menningarefni og svona, það er slagsíða finnst mér og það er bara mín tilfinning og mín greining, pólitíska greining á ýmsum umfjöllun hvort sem það er líka erlendmál eða alþjóðamál eða bara einhver svona alls konar dægurmál, þá er slagsíða svona, ætt við bara svona vinstra frjálslyndi og það er ekkert slæm stjórnmálastefna endilega en hún er ekki algjörlega hlutlaus. Nei, og áauðvitað ekki að vera þannig að Ríkisútvarpið sé að fylgja einhverju stjórnmálastefnu hversu göfug sem að hún nú á að vera. Ég held að það sé bara freistnivandi í því að hafa Ríkisútvarp. Ég held að það sé bara freistnivandi. Þú veist, það er bara mun mótast einhvern veginn af einhverjum straumum sem stofnunin, sem bara organismin telur líklegt til þess að hún geti haldið áfram að lifa af. Já. Það var náttúrulega það er ekkit rosalega langt síðan að það var endalaus umræðum það að Sjálfstæðisflokkurinn væri með eitthvað algjört hreðja tak á öllu því sem að gert var á RÚV. Umræðan er kannski ekki endilega og þú hefur þessa tilfinningu, ég bara benda á það og svo er einhver annar sem ég er sammála, þetta er bara mjög áhugavert og kannski er þetta bara einhvers konar skepna sem við munum bara alltaf þurfa að glíma við á þessum forsendum að maður er bara með einhverjar ólausu tilfinningar og svo bara gerist eitthvað. Já, en það er þetta svolítið mikilvægt rök fyrir því að ríki sé á þessu markaði eru þetta þau að þá þurfi Ríkisútvarpið að vera svolítið sterkt í því að framleiða og búa til efni sem að kannski aðrir er ekki að gera, sem að markaðurinn er ekki að gera með sama hætti. Svo geta með það haft alls konar skoðunar því hvort að það hefur tekist vel eða ekki. Mér hefur fundist margt að því bara takast glimrandi vel. En ég meina, eins og ég segi, allar stofnanir ríkisins, hvort sem að það eru menningarstofnanir eða eitthvað aðra stofnanir, þær verða bara að þola það að það sé endalaus umræða það hvort að tilvist þeirra eigi að vera tryggð eða ekki, hvort hún eigi að vera svona eða hinsegin, hvort það eigi að sameina, leggja niður. Þetta er bara partur af því að vera með ríkisstofnanir og ríkisstrúktúr og ef að umræðan er ekki þessar stofnanir og í þessa veru þá auðvitað heldur þróast þær ekkert og vinna samfélaginu gagn. En hvernig var að vera þetta? Þú veist, til dæmis bara á svona alvöru hörkutímum í íslensku samfélagi, bara þú veist, fyrir, ég meina hvað árið núna, 2024, fyrir 15 árum, skilur, hvað var að vera þarna? Þú veist, í sambandi við bara að því þú varst í Kastljósi líka á örlaða tímum, það var efnahagshrun og bara þar með ákveðið svona samfélagshrun. Hver eru minningarnar að þessu saman? Já, þegar maður hugsa þennan tíma, ég var náttúrulega svolítið lengi á Ríkisútvarpinu, var nú reyndar fréttamaður á Stöð 2 2 ára skeið líka, ég byrjaði í fjölmiðlum 98. En það stendur að þegar maður hugsaði tilbaka þá stendur alltaf upp úr þessi tími í kringum hrunið og maður fekk þetta svona svolítið kannski
fágæta innsýn inn í samfélagið þeim megin frá því að þetta þannig, þegar er svona mikið umrót að þá leitar fólk mikið í miðlana og annað og hérna við erum að fá alls konar upplýsingar hitt og þetta sem að sumar fara út og aðrar ekki og sumt staðfest og annað ekki og allt það en sko þegar maður horfir tilbaka þá þetta hvað þetta var rosalega kaflaskiptu tími, árin fyrir hrun, stemningin velsældar stemningin sem var svo alveg hríslaðist út allt samfélagið, Íslands samfélag var svo ríkt og það var einhvern veginn bara ekkert ómögulegt. Hvað varst þú gamall árið 2006? Það er að hugsa þetta tilbaka. Ég er 55 í dag. Hvað er gamall dag? Ég er 55 í dag. Ok, þú varst 40 þá, 2006. Ég er að reyna að sjá mig fyrir þér, skilur. Varst þú þá að vinna í fjölmiðlum 2005-06, þú veist, og á fullu í þessu? Já, ég byrji í Kastljósi 2002. Já. Og hérna var í Kastljósin alveg í 15 ári eða eitthvað og svo auðvitað í öðrum störfum líka samhliða inn á Ríkisútvarpinu. En þetta var, þú veist eins og ég er að segja, samfélagið breytist á þannig að þetta sko eitthvað svona óskaplega mikil velsæld og það allir óskaplega ánægðir með það hvað gangi vel og bara peningar og hverju strái og hérna allt þetta sko. Svo kemur svona kafli sem eitthvað svona biðtími, það sem bara mikil óvissa, heyrðu, þetta nú kannski ekki alveg eins og við heldum, hvað er í gangi? Og svo hrýnur allt allt ótið bara sem er svona 2007-2008 þessi biðtími, þessi 2007 fyrir þetta svona aðeins og það er þessi litla kreppa 2006 og svo, en svo við förum upp úr henni og svo er þetta kannski, þú veist, einhverju mánuðir eða ár, það sem er svona, fólk er að velta býta við erum kannski ekki alveg með sterkt land undir okkur og við heldum sko. Og svo hrýnur þetta á einni nóttu og þá erum við alltaf komin mjög skömmun tíma úr því að vera í umræðum mikla velsæld og hagsæld og allt þetta, sjáuð ekki veisluna var sagt sko, yfir í það að það var bara raunverulega mikil umræðum það að Íslands samfélag yrði bláfátækt næstu áratugina og það var alveg óskaplega svona, hvað maður segja, það var bara rík hugsun í samfélaginu, mikill ótti þetta að við myndum bara ekkert ná okkur almennilega út úr þessu og það var auðvitað svona erfitt að vinna í fjölmiðli þegar það var svona mikil reiði í samfélaginu, hún var auðvitað réttmæta mjög mörgu leiti, þetta voru bæði einstaklingar sem voru reiðir og það var reiði út af því hvernig stofnanir samfélagsins höfðu brugðist, það var reiði út í stjórnmálin og þú þekkir þetta hvernig þetta en þessi kenning að fjölmiðlarnir hafi verið meðvirki með allir veislunni, þú veist, er eitthvað til í því eða var fólk, ég meina voru fjölmiðlarnir í þinni minningu að nálgast þetta krítíst, nálgast bankana krítíst eða hvernig það var eða ég held að við hefum kannski örugglega eftir að higgja geta verið krítískari en það var auðvitað verið að fjalla með alls konar hætti, það var ekki bara halelúja söngur, það voru sagðar fullt af alls konar fréttum og fréttaskýringum að þetta væri nú kannski ekki svona einfalt og allt þetta. Nei. En hinn stemningin var auðvitað samt svolítið ráðandi sko. Og hérna, það var nú eina niðurstöðunum í skýrslu rannsóknarnefndarinnar að fjölmiðlarnir hefðu nú kannski geta líka verið öflugri sko og ég held að það sé bara eitthvað sem að fjölmiðlar þurfa að taka til sín og vinna með. Ég meina, sko, þetta er auðvitað svolítið vandasamt. Ég meina, fjölmiðlar eru bara fullur af fólki. Og fólkið er með húsnæðislán og fólkið sveiflast og hristist bara sem einstaklingar með því samfélagi sem það hærist í. Skilurðu mig? Auðvitað smitast þetta kannski einhverju leiti inn í einhverju hugsun í fjölmiðlunum og meðvitað og allt þetta. Sko. Hitt var síðan alveg ansi mikil áskorun að það gat oft verið þannig að við vorum að flytja einhverjar fréttir eitthvað sem að fólk hafði alveg óskaplega skoðanir sem að rýmuðu ekki við þessa reiði eða þú veist, einhver stór glæpur einhver staðar sem allir töldu að væri var kannski ekki alveg svona einfalt og allt þetta og það þurft svolítið sterk beinstundum til þess að standa með einhverju slíku. En hvernig manst þú eftir svona fylkingunum sem mynduðust, þú veist að þá var mikið mitt rætt Baug og Baugspennana og Davíð og náttúrulega þetta var nú mikil umræða fyrir hrunið. Já, ég er að segja svona á þessum góðæris árum, þú veist, í þessu umhverfi það sem að einmitt, þú veist, Davíð var einn póstur og svo var Jón Ásgeir og félagar, hvernig manst eftir þessu og þið náttúrulega enn önnur eining bara RÚV, skilur, en þarna voru nú mjög burður einkamiðlar og miklu burður en þeir eru núna og þeir eru svona skiptu meira máli Baugsmiðlarnir eins og getum kallað það, sko. Já. Þetta voru alveg heljarinnar átök í samfélaginu og voru lengi og það var hápólitískt mál, við munum nú eftir Borgarnesræðunum, Ingibjargar og allt þetta, þannig að þetta var nú reyndar á þeim tíma sko stjórnmálin og samfélagsumræðin hún snerist oft svolítið mikið það sem að Davíð Oddsson sagði gerði eða sagði ekki og gerði ekki sko.
Þannig að þegar hann fór að tala mikið Baugsmílan og annað, þá þetta fór umræðan mikið þar. Já. Ég fann svolítið mikið til með félögum mínum á þessum blessuðu Baugsmílum að þurfa endalaust að sitja undir þessari breiðsíðu sem að stundu var. Já. En aðrir miðlar voru þetta heldur ekkit undanskildir því, sko. Þú veist, það bara ofur einfaldlega alltaf verið að setja einhverja mælistiku á fjölmiðla. Það alltaf verið að reyna að hengja einhverja merkimiða á það. Já. Það hendar oft, menn eru ósammála einhverju sem birtist þar og þá hlýtur að vera einhver óguleg pólitík á bakvið það. Já. Ég meina, þú veist, við lendum auðvitað stundum í því að gerðum kannski einhver mistök sem eru kannski bara svona heiðarlega mistök einhver inni á ritstjórn, skilurðu? Já. Og svo í blöðunum daginn eftir eða í fjölmiðlum daginn eftir að þá þetta orðið að einhverju rosalegu svona bara samsæri, já, en skilurðu, þetta bara partur af því, þú verður að taka af þér starf sem svona áberandi, þá þetta bara fylgifiskur. En ég meina, Evrópusinnar eins og þú, eru þeir saklausir að gera það sama Morgunblaðið núna, skilja, því að valla líður þér eins og Morgunblaðið sé hlutlaust gagnvart Evrópusambandinu eða Davíð sé hlutlaust gagnvart Evrópusambandinu? Nei, en ég vil nú gera svolítið greina minn á skoðanagreinum og því öllu eða því sem að fréttaflutningur blaðsins. Já, en fréttaflutningur blaðsins nú líka oft myndi maður segja, hann ekkit að fara að sína Evrópusambandi í einhverjum dýrðarljóma, býst ég við. Nei, ég ætla ekki að segja að það sé einhverjir annarlegar hagsmunir þarna frá fréttamönnum og blaðamönnum í fréttaskrifum, sko. Nei. En auðvitað það þannig að Þú fellst á að það sé þarna eldveikur á milli? Já, ég ætla að gera það. Ég ætla ekki að láta fyrrum kollega einhvern veginn sitja undir því frá mér að þeir séu að hafa einhver annarlega hagsmuni í. En auðvitað það þannig að blaðið sjálft í ritstjórnar efninu sínu og annað, þar það auðvitað bara mjög hvasst og þú veist hverjir eiga blaðið, það auðvitað alveg jafn sígild umræða núna eins og þegar Davíð var að tala Baugsmílana. En það eigandavald einhvern veginn að lita allan fréttaflutning, það lita svo sannarlega skoðanadálka og annað. Já. Það bara auðvitað ekkert að því. Nei, algjörlega, ég saman því. Ég vil gagnsæi frekar en hitt, sko, að fólk segir bara komið til dýran þess að glætt, sko, en sé ekki með, eða sko, og ég En það auðvitað þannig, sko, að þú veist, þegar þú ert blaðamaður, og þetta auðvitað líka gömul umræðun í, og þú ert mjög skoðanaríkur blaðamaður og þú ert út allt með þínar skoðanir á samfélagsmiðlum, viðtölum með allt þetta, þá það auðvitað þannig, þó að sé ekki endilega sanngjarnt, að frétt sem þú skrifar, sem kannski korrétt frá öllum viðmiðum, það bara stór hluti fólks sem mun horfa á skoðanir þínar, það sem þú ert að segja og annað, þú hugsa að þetta eitthvað bull, sko. Já. Það sem ég að reyna að segja, sem nú, veit að allir, það svo sannarlega ekki allir fjölmiðla og fréttamenn sammála mér í þessu, en þegar að menn eru bæði að vera hlutlausir fréttamenn og skoðanaríkir einstaklingar, þá ertu svolítið að draga úr þínum eigin trúveruleika, því að trúveruleikin auðvitað ekkert annað heldur en það sem fólki finnst þig. Nei. En þetta alltaf trúveruleiki þinn ekki það sem að þú ert inn í hausnum á þér, sko. Nei. Það bara mat annara. En ég meina, ef þú setur þessa lýsingu fram, þá lítur þetta eiga við Morgunblaðið líka í heild sinni, skilur. Ef þú ert skoðanarík eining, þá lítast fréttaflutningurinn af því, sko. En ekki það, ég persónulega er tiltölulega sammála Morgunblaðinu í mjög mörgum og ískyggilega sífellt fleiri atriðum. Ertu þá að tala fréttaskrifina? Er það að tala leiðarana? Já, bara stemninguna. Þetta bara gott íhaldsamt dagblað og þarna, ég veit ekki hvort að við eigum eitthvað að vera að fara inn í Evrópusambandið. Þú ert nú ansi heitur fyrir þessu, eða ekki? Jú. ESB, þú vilt svíkja þjóðina þarna. Ég vil svíkja þjóðina þarna. Já, ég vil svíkja þjóðina við samstarfs við vinaþjóðir okkar á þessum grundvelli. Ég sé nú ekki alveg þessa miklu hættu sem að á að vera við það, sko. Nei, mér finnst þetta samt. Mér finnst nú svolítið skrítin umræðan þetta, sko. Við erum, margir í svo mikilli varnarstöðu gagnvart einhverju sem það þykir algjörlega sjálfsagt mál hjá flestum Evrópuþjóðum, sko. Það talað að þetta sé bara svik við fullveldið og annað, við bara verðum ekki lengur fullvalda þjóð, en minna ríki ganga inn í Evrópusambandið og þau meira sér gengið út úr því líka, sko. Þú veist, það myndu þjóðir ekki gera ef það væri ekki með fullveldið sitt á hreinu. Við nýtum auðvitað fullveldið okkar til þess að eiga samstarf hagsmuni, annarkvort mjög náið eða kannski lausbeislaðara við aðrar þjóðir. Það auðvitað bara það sem að gerast í alþjóðapólitíkinni og í heiminum, bara með heimurinn auðvitað stækka með tækninni, sko. Er það ekki? Tækifærin bara út allt og allt þetta. Þannig að ég hef svolítið mikla trú á því, svona í breiðumyndinni,
að öflugt samstarf á milli þjóða sem að eru líkar margt og annað sé bara farsælt sko. Já, það bara það sem að Norðurlandaþjóðirnar aðrar fyrir utan Noreg hafa komist að þeirri niðurstöðu. Já, ég ekkert frábitið þessu en sko ESB, mér finnst einhvern veginn ekkert eins og endilega það sé allt í blúsandi uppgangi þar, einhvern veginn eins og þetta sé eitthvað sem að vilji ganga inn í og taka þátt í þegar staðan bara mjög flókin hjá mjög stórum aðilum hann inni. Þýskaland bara kallað veikimaðurinn í Evrópu er augljóslega leiðtogi sambandsins, þannig að þú veist eftir höfðinu dansa liðmyndin í einhverju skilningi. Já, það hafa nú fulltrúar smáríkja líka verið að leiða mikilvæga posta innan Evrópu samstarfsins og allt þetta sko. En ég veist að maður leggja lag sitt við þetta endilega sko, eins og stemningin og svo nú staðan oft öðruvísi sunnar í álfunni heldur en hjá nágrannalöndunum okkar. Já. Þetta auðvitað ekki þannig að allar hagstærðir og efnahagstærðir landana séu eins. Nei. Það auðvitað ekki þannig. En sko, og svo þetta. En ég auðvitað, þú veist, mér finnst skipta mjög mikla máli í þessu, bara gríðarlega miklu máli. Það að þetta raunhæfasta leiðin til þess að komast inn í stærra myntsvæði. Já. Þá er ég að tala þetta vegur mjög þungt hjá mér. Evrópusambandið með evruna sem gjaldmiðil. Já, sem að mér finnst að við ættum þá að taka upp og þetta hreinlegast og beinasta leiðin, þó að sé hægt að fara alls konar hjáleiðir að því líka, hreinlegasta leiðin þetta bara að ganga þarna inn og gera bara eins og þessar þjóð. Ég sé ekki hættuna í þessu, einhverja stórkostlega hættu. En sko, þú veist, það er hætta sem margir benda á, bara eins og núna, ekki eins og innan Evrópusambandsins heldur bara núna innan EES-samnings, það þessi bókun 35 sem við erum að tala um. Í henni, eins og Sigurður Andersen útskýrir þetta fyrir mér, þá eru einhver ákvæði sem kveða á að hvort það séu ef að Evrópulög og innleitt stangast á við eldri íslensk lög, þá þau í ákveðnum tilvikum verða tekin fram með, það hljómar allt, það er alveg hægt að láta þetta hljóma eins og þetta sé framsal og fullveldi til einhverjar annar einingar. Já, ég meina, það eru auðvitað þannig að við erum í evrópska efnahagsvæðinu og það eru auðvitað þannig að það þýðir að við erum að gefa frá okkur ákveðna hluti, við erum að taka við löggjöf þar, við erum að taka þátt í ákveðnu fjórfrelsi og þeir sem að gaggrina þetta, þeir horfa, finnst mér aldrei á hvað við erum að fá út úr þessu sko. Frjálst flæði fólks, þetta getur skapað álag auðvitað hérna á Ísland og annað, en þetta þýður auðvitað líka það að við Íslendingar erum frjálsir til þess að sækja tækifæri, þetta er í báðar áttir sko. Já, en En mér finnst þetta svona oft einkennast af svona... Mér finnst þetta svona stundum vera þannig, hjá þeim sem að ganga lengst í þessari umræðu, að því að þú ert örugglega eins og allir Íslendingar bara mjög ágætlega lesin í sjálfstæðu fólki. Já. Sko Bjartur með sitt sko, frelsið meirum vert en lofthæðin í bænum. Já. En frelsið hans var að hókreikstur upp á heiði, börnin að deyja og fjárstofnin að hrynja sko. Já. Skilurðu mig? Já, ég er að fara svolítið inn í líkinguna. Já. Þú veist, það, við hljótum að nota fullveldið okkar mögulega til þess að eiga samstarf, náið samstarfjafnvel við aðrar þjóðir. Já. Til þess að efla lífskjör og bæta hag þjóðarinnar. Við hins vegar getum ekki gert það þannig að það verði á einhverjum tímapunkti eitthvað endanlegt sko. Já, en heldur að við ætlum að gera mínútu hliðina, svo ætlum við að fara beint áfram í þessari umræðu, sæl kæra móðir. Þau eru örglúta leikvelli, þeir félagar. Farðu bara að finna, ég er inn í miður viðtali. Ok, bye. Þetta svolítið heimilislegt í það, Snorri. Já, ég veit það. Ég ekki fagmaður lengur. Já, svona átt að vera. Já. Við erum komin inn aftur. Sko, við erum að tala um Evrópusambandið og sjálfstætt fólk og að sko, spurningin hvernig hagsæld Íslendinga best borgið? Það náttúrulega hlýtur að vera eina leiðilega. Hvernig getum við haft það sem best? Og sko, mér finnst þetta oft einkennast af svona svipari hugsun og væri bara í líka trúabröðum, skilur þú veist, ESB sinni sér frétt og segir, þú veist, þetta væri betra að værum í ESB og öfugt, þú veist, þarna sá sem hatar ESB, hann sér fréttir í Evrópu og segir hvernig gengur í Evrópusambandinu. Þetta eru ákveðna svona skotgrafir sem menn bara festast í og það er kannski erfitt að miðla málum þetta á milli. Þetta eru auðvitað miklar einfaldanir líka oft í umræðinni, það leysir ekki öll okkar vandamál að ganga þannig inn, það fylgja því áskoranir og örgulega vandkvæði sumstaðar og þú veist, sumt verður örgulega flókið í svona
einhverja aðlugun að samstarfinu almennilega og annað og svo þetta í hinn áttina líka sko. Ég þetta bara að tala einhverja heildarhagsmuni þjóðarinnar sko. Og myntin, íslenska krónan, ég þá og við sem hugsum, þú veist, krónunni, ekki þegjandi þörfuna allan daginn, maður þá mögulega, því ég alveg opinn fyrir því, maður þá mögulega, hefur maður verið berskjaldaður fyrir heilaþvætti sem upphefur kosti krónunar og kosti þess að ráði yfir eigin mynd og eru þeir kostið kannski ekki það miklir, þú veist, það það sem ég hugsa, er maður heilaþvægin að ímynda sér að krónan, að sé í lagi með krónuna, skilur hvað við? Ég ætla ekki að segja það að þeir sem hafa aðra skoðan, ég og þessu sé eitthvað heilaþvægnir, sko. Þetta eru þetta bara skoðanir fram og tilbaka og það hefur auðvitað verið svolítið ríkt í Íslendingum að því að það eru auðvitað ekkit óheyrilega langt síðan að við fengum okkar fullveldi og sjálfstæði að það geti svona verið ákveðið einhvern partur af því að vera með alla stjórna og peningamálunum og vera með okkar eigin mynt og allt þetta. Þú veist, ég ætla ekki að tala svona hluti sem einhvern heilaþvott sko. Þetta bara pólitísk umræða og við höfum alls konar skoðanir á því. Já, en hvað að því að vera svona litla mynd? Sveiflunar. Já. Og trúveruleiki myndarinnar erlendis frá. Okay. Og nú skal við erum með þetta rosalega ofta að tala þetta út frá vöxtunum og verðbólgunni beint. Já. En það sem að nær allt og sjaldan inn í umræðina, það að til dæmis bara erlend fyrirtæki, af hverju ættu þau veist kannski einhverja risakeðjur bara á matvörumarkaði eða öllum mögulegu markuðum bankar, tryggingafélög eða hvað það sem eru með starfsemi út allt, þú veist í borgum sem eru jafnvel fámennari heldur en Íslands samfélag allt á hverju vilja þessir aðilar yfirleitt ekki koma hingað. Það vegna þess að ofan á hina hefðbundu viðskiptaáhættu að fara allt í að keppa við þá sem að kannski hafa sérþekking á markanum sem eru innlendu aðilinir, þá eru menn alltaf líka með þessa gengisháttu. Þeir þekki ekki þessa krónu, þeir viti ekki alveg hvað. Nei, þannig að hún líka svona svolítil hindrun. Mér finnst svolítið mikið til í því sem að stundum sagt að gjaldmiðillinn okkar sé kannski líka svolítið gjaldmiðillinn að glötuðu tækifæra. Þú veist, við tölum þetta út frá vöxtunum og verðbólgunni, það mjög áþreifanlegt áhrifin á húsnæðislánin okkar, það sem við sjáum út í matvörubúð og eldsneytisskaupum og öllu þessu, en við höfum ekki mælistiku algjörlega á öllum tækifærunum sem urði ekki til að því að hér alltaf svo hátt vaxtastig, að því að hér alltaf svo mikil verðbólga. Þetta mjög vanmetinn hluti af þessari krónuumræðu, en ég meina á hverju eru vextir alltaf hærri á Íslandi, miklu hærri á Íslandi heldur en annars staðar. Þegar vextir eru lágir á Íslandi í sögulegu íslensku samhengi, þá eru þeir samt alltaf hærri heldur en úti. Verðbólgan alltaf hærri. Á hverju þetta? Já, en ég meina stjórnmálamenn sem eru búin að vera við völd áratugum saman og stjórnmálflokkar sem halda því fram að ekkert að þessu sé krónuna að kenna, þeir eru auðvitað bara að segja það að þeir sjálfir hafa verið að bregðast í hagstjórninni áratugum saman. Já. Ég vil nefnilega meina það að það allir að reyna að gera sitt besta, stjórnmálamenn og stjórnmálflokkar sem að hér hafa haldið utan hagstjórnina, en þeir eru bara með þetta verkefni að reyna að halda öllu í lagi með pínlítla mynt sem að hefur verið að skoppa fram og tilbaka. Við erum með ótrúlega kostnaðarsaman gjaldeyrisforða sem að fylgir henni, vaxtagjöld ríkisins, sveitafélaga, einstaklinga, fyrirtækja. Þetta óskaplega sligandi. Mér finnst að þessir stjórnmálamenn sem að svona tala, þeir séu bara að gefa sjálfum sér einhverja fallengun úr því að það ekki krónan. Ég svona pínlítið að reyna að sýkna þá. Þeir eru kannski ekki alveg svona glataðir í hagstjórninni, það kannski eitthvað undirliggjandi. Tækið, kerfið sem að ekki alveg að virka. En þú veist, en hugsunin á móti, ok, ef að krónan svona að valda til þess að vaxtastíð eins, það samt fólk frá efru svæðum að flytja hingað í stríðum straumum til í leita betri lífskjörum, vegna þess að það eru hærri launina í raun og veru þannig að maður getur sagt það í krónum talið. Já, það eru hærri launina og betri lífsgæði en að gæsa lappa, betra hvernig það heilbrigðiskerfi kannski eða menntakerfi, ég veit ekki hvort að fólk með þetta þannig, en jú, auðvitað, ég myndi halda það sé betra hérna en á kannski Spáni eða ef við tökum einhver af þessum löndum þar sem við erum að fá af evrópska efnahagssvæðinu, töluvert af fólki hingað. Er þá ekki sjónarmið í þessu að smá hár vaxtakostnaður sem heimilið þá búa við sé bara einhver þá ákveðin fórnarkostnaði þess að vera með þessa krónu sem þá færir okkur eitthvað annað í staðinn? Ég sé þetta ekki þannig. Ég sé þetta ekki þannig og við gleymum því alltaf þegar við erum að nefna þetta
Sko, við erum auðvitað svolítið auðlindadrifið hagkerfi og stóðunum undir efnahagslífinu hefur auðvitað verið að fjölga. Við fengum ferðaþjónustun inn sem gríðarlega mikla búbót og allt þetta. Og þú ert að leggja þetta, þú veist, benda á að hinga kemur fullt af fólki, 20.000 útlendinga að vinna. Við skulum ekki gleyma því að það eru líka 20.000 Íslendinga sem að kjósa að vinna og búa annars staðar. 50.000 eitthvað. Já, þú veist, þetta virkar alveg í báðar áttir. Sko. 50.000 farnir og 80.000 komnir. Og ég hef áhyggjur af því fólki sem að núna og maður sér þetta náttúrulega bara víða á samfélagsmiðlum og sér frásagnir í fjölmiðlum og annað að fólk ekki að treystast til þess að flytja tilbaka sem að klára nám. Þú verður að lesa greinar frá ungum miðflokksmönnunum þeir að lýsa þessu. Já, ég meina, þú veist, ég ekkert að vísa í eitthvað tiltekna ákvæmna grein en við þekkjum þetta. Já. Þú ert að klára nám úti, kannski búin að vera lengi úti í námi, þú ert jafnvel með lítil börn og annað, allar að flytja heim og koma þér upp húsnæði á meðan að húsnæðisvextinir eru 11%. Nei, það er svolítið hellað. Það er mjög erfitt, sko. Þannig að við verðum átt okkur á því að þetta virkar auðvitað í báðar áttir, sko. Ég er mjög opinn fyrir því að taka Evru guðspjallinu, sko, en ég er samt eitthvað að hugsa, skilur, við höfum það líka samt gott, skilur, þetta alltaf lagi. Við erum að passa okkur líka á því, Snorri, sko. Áður lengra haldið nefni það hér stundum í miðjum þætti að fréttir vikunar í farsælu samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki. Þar á meðal er Reykjavík Photo. Reykjavík Photo er sú verslun sem þú ættir að fara í ef þú ert að leita að einföldum leiðum og ódýrum leiðum til þess að bæta hljóðið, myndina og lýsinguna í því efni sem þú ert að búa til. Þú ert kannski ekki beint fagmaður en þú vilt búa til efni sem líkist því sem fagmenn gera. Það er einfalt, farið Reykjavík Photo. Annað fyrirtæki er Happy Hydrate. Steinefni, vítamín og önnur efni sem þú ert kannski ekki að fá í nægilega miklu mæli. Ert kannski að svitna yfir daginn og gera eitthvað og ert kannski svolítið þreytur. Mögulega er það því að þú ert ekki að fá þér Happy Hydrate. Það er allan einn kenning í þessu. Ég finn smá mun eftir að ég byrja að taka Happy Hydrate. Og það er gott, klakar. Það er komin nýtt bragð, er ég að heyra. Það er komin nýtt bragð. Ég veit ekki hvort ég með að segja það, en ég hef allan að heyra það. Það er komin nýtt bragð á Happy Hydrate. Þessu næst örstuð skilabóð frá öðrum samstarfsaðila. Með Toyota Relax getur þú framlengt ábyrgðina á bílnum þínum upp í 10 ár. Toyota, engin vandamál, bara lausnir. Við erum að passa okkur líka á því, Snorri, sko. Við megum ekki þó að hér séum við fari gegnum mjög erfiða tíma út frá verðbólgu og vöxtum, þá er Íslands samfélag þetta, við unnum í lottóinu með að hafa fæðst hérna, sko. Já. Þeir sem að fæðast hérna á Norðurlöndunum, þetta er, þú ert að fæðast inn í bara svona mestu velferð og velmegun sem að þekkist bara í heiminum. Já. Þannig að við getum auðvitað verið hérna þakklátt fyrir það. En við getum gert þetta betra. Við getum gert æðislega gott samfélag betra með því að taka út kerfisvilluna sem að fylgir því að vera með pínulítinn gjaldmiðil. Ef það væri svona gott, Snorri, að vera með svona lítinn gjaldmiðil, ákur eru þá ekki smærri ríki frekar að reyna að færi það áttina heldur en að vera að fara inn í stærri gjaldmiðil? Ákur er ekki stór og öflug borgar samfélög til dæmis, jafnvel það sem að búa milljónir að velta því fyrir sig hvort þú ætti ekki að taka upp eigin gjaldmiðil. Það eru allir að reyna að komast inn í stærra myntsvæði. Hagstjórnin verður auðvitað áfram á okkar höndum og það er auðvitað bara eitthvað sem að... En Evrópusambandið í víðari skilningi, eins og það horfum við með þess núna að því ég fylgist tölvöld með umræðinu gervigreind, regluvæðingu, regluverk í kringum, til dæmis tæknibreytingar. Ég var að sjá það bara núna í dag að við erum með til dæmis bæði nýtt kerfi hjá iPhone sem snýst gervigreind sem bara breytir í algjörlega hvernig maður nota símann, síðan er það ný módel hjá OpenAI sem eru mjög háþróið en verða ekki leyfð í Evrópu fyrst sinn af því að það er eitthvað regluverk hérna sem stendur í vegi fyrir, þannig að við erum svona hægt og rólega að missa og við erum undirselt þessum evrópsku reglugerðum bara sem hluti af EES, þannig að við erum svona hægt og rólega að missa eitthvað aðgang þar og svo er sú staðreynd lýsandi fyrir hugafar innan Evrópusambandsins sem snýst að berja sér á brjóst fyrir eins mikla regluvæðingu og regluverk og hægt er að hugsa sér og vera heimsmeistarar í regluvæðingu. Sko eins og staðan er núna, þá getur þetta litið vel út en þú veist, ég held að bara Apple sem er að virði en tæknigeirinn í Evrópusambandinu, það eru 500 milljónir held ég cirka í ESB en 300 og eitthvað í Bandaríkjunum, þú veist, og eitt fyrirtæki er stærra en allur tækniiðnaðurinn. Einhverju benda á að, það er engin tilviljun að það sé ekkert að gerast í tæknimálum í Evrópu, það er bara of
mikil reglumenning og það er ekki þetta að afneita því að hún þetta fyrir hendi og það er ekki bara áróður, það er einhver hugsun þarna sem að einhver segir skilur Bandaríkin búa til nýja hluti, Kínverjar herma eftir þeim og Evrópumenn búa til reglur þá. Þú veist, þetta er svona þríðningurinn. Þetta er ein kenning og ein leið til að sjá þetta. Þess vegna segi ég, væri þá ekki varhugavert fyrir okkur að fara inn í þessa stemningu á þessum úrslita tímum, þar sem að gervigreindin og einhverja tæknibreytingar munu líklega að breyta öllu hérna, maður veit náttúrulega ekki hvernig það þróast skilur, en maður getur alveg séð það fyrir sér að dragast aftur úr með Evrópumönnum. Finnst þér þetta umhugsunarvert? Mér finnst hérna í þessu samhengi að við þyrftum auðvitað svolítið að horfa til þess hvernig var Ísland áður en að við fórum inn í EES og hvernig þróaði samfélagið eftir að við fórum þar inn. Það gerði okkur alveg óskaplega gott í íslensku samfélagi að fara þarna inn. Það er auðvitað vandkvæði í kringu það. Þetta er eins og ég segi, við stjórnmálamenn berum örgulega talsverða ábyrgð á því það er oft verið að hérna bara hlutur eru algóðir eða allslæmir. Það er oft hérna teiknuð upp sú mynd. Það er óskaplega mikið af löggjöf sem hefur hjálpað okkar Íslendingum komið í gegnum þetta samstarf, neytendalöggjöf, samkeppnislöggjöf sem hefur lyft hér upp lífskjörum og annað. Ok, já. Þú veist, það er nú önnur hlið á þessu. Nei, algjörlega. Ég hef svo sem alveg heyrt þetta með teknikeiran og allt þetta, en ég er ekki sammála þeirri nálgun að það sé hérna einhver yfirlýst stefna eða það sé bara svona inngreift inn í alla sem að halda og véla mál Evrópusambandsins að það þurfa alltaf regluvæða bara regluvæðingarinnar vegna sko. Menn eru ofta að reyna að verja eitthvað, menn eru að reyna að koma böndum á eitthvað sem að verður óstjórnlegt og allt þetta sko. Það er auðvitað hægt að ganga langt í því. Og ég hef sjálfur heyrt þetta með, ætla nú ekki að þykist vera einhver sérfræðingur í þessu með tæknigeirana og allt þetta sko. Og ætla ekki að hætta með eitthvað rosalega djúpt ofan í þetta, en við verum auðvitað átt okkur á því sko, og við erum að taka mjög mikið af regluverki frá Evrópu án þess að hafa nokkur einustu áhrif á það hvað er skrifað í textan sem við erum að taka upp. Engin áhrif á það. Við hefðum þó að mista einhver áhrif á það við sætum þarna við borðið. Og þá segir menn, við erum svo fá og við erum svo smá og við höfum engin áhrif. Við erum með þjóðþing út allt þar sem að fámennir þingflokkar geta haft mikil áhrif á löggjöf við annað þó þeir séu ekki að halda alla valda þræði. Evrópusambandið virkar þannig, menn mynda sér bandalag hagsmuni, þjóðríki koma sér saman að gera eitthvað, þetta er ekki alltaf við á móti öllum hinum eins og skilja má á umræðinni sko. Þannig að þú veist þetta er miklu meira þetta er miklu meira vettvangur þar sem að menn tala saman og reyna að ræða sér. En af hverju eru það sér hagsmunaöfl sem hafa staðið í vegi fyrir að þetta fái að ná fram að ganga? Af hverju ættu margar íslenskar keðjur, fyrirtæki og annað endilega vilja opna mikið á það að það kæmi hér mikil samkeppni að utan? Það er eitt. Menn hafa með réttu og röngu líka verið hræddir við sjávarútveginn og landbúnaðinn. En þetta eru spurningar sem aðrar þjóðir hafa líka svarað hjá sér sem að eru til dæmis sjávarútvegsþjóðir sem eru með mikið landbúnað eða eiga einhverjar auðlindir eða eitthvað sko, þú veist. Landbúnaður, eigum við að vera... Þú veist, ætlum við alvöru að halda því einhvern veginn áfram hérna í umræðinu á Íslandi að líta svo á að þetta séu við gegn Evrópusambandinu eða Evrópuþjóðir vilja endilega fá okkur inn til þess að taka eitthvað af okkur. Þú veist... Þetta er auðvitað ekki þannig sko. Nei, en ég veit ekki hvort það sé auðvitað ekki þannig. Auðvitað hefur Evrópusamband einhverja hagsmuna að fá okkur inn. Ef við gerum nú það sem að mér finnst að við að gera, við að halda áfram þessum viðræðum sem að hófust á sínum tíma við Evrópusambandið, þá auðvitað stöndum við först á okkar hagsmunum. Við erum ekki að fara að selja frá okkur forræði yfir auðlindum eða eitthvað þess áttar sko. Auðvitað er þetta þannig að íslenska þjóðin, við getum verið ósammála þetta og allt sem þjóðin á bara að fá að ákveða þetta. Viljum við ræða við þetta Evrópusamband og sjá hvað er í boði þar? Hverjir eru kostirnir, hverjir eru gallarnir? Hvað áhrif hefur þetta á sjávarútveg? Hvað áhrif hefur þetta á landbúnað? Hvað áhrif hefur þetta á allar hinar atvinnugreinar? Hvað þýðir það að fara að inn og geta mögulega að tekið upp gjaldmiðil og allt þetta? Þjóðin bara ákveður hvort að við að ræða þetta við Evrópusambandið og þjóðina síðan aftur í sérstakri kosningu að fá að greiða atkvæði það hvort að við förum þarna inni eða ekki. Það er bara nákvæmlega það sama
og flest ríki Evrópu hafa þegar gert og svarað sinni spurningu og þær atkvæðagreiðslur hafa nú alveg farið ekkert allar endilega á einn veg. Nei, áhugavert, Já. Nei, ég bara leifum fólkinu að ráða þessu. Tökum þetta úr höndum stjórnmálamannana og leifum fólkinu að ráða þessu. Já, en þetta svolítið þarna verkilegt að það skuli ekki vera einu svona minnihluti fyrir því að það skuli vera, við séum að tala bara cirka, að því að Samfylkingin væri náttúrulega þessi flokkur til þess að vera með þetta varða og búin að setja þetta á ís eða einhvern veginn bara íta þessu frá sér að einhverju leyti. Já, ég get ekki skilið vini mína í Samfylkingunum öðruvísi heldur en að þetta er orðin svona einhver orðræða að jú, við erum Evrópuflokkur en við ætlum bara ekki að vera að leggja áherslu á þetta núna eitthvað á næstu árum. Það er ekki hægt að ná þessi gegn á einu kjörtímabili en það er samt hægt í þeirra herbúðum að móta einhverjar stefnur í öðrum málaflokkum sem að tegja sig við 2 kjörtímabil, sko. Já. Ef þú hefur þá sannfæringu hugsjón að þarna sé gott fyrir íslenska hagsmuni að vera að það muni efla og bæta lífskjör í landinu, þá auðvitað berst maður fyrir því bæði í nútíð og framtíð en ekki bara í framtíð og sleppi nútíðinni, sko. Mér finnst aðalega leiðilegt að Evrópusambandið þessi Brussel-enska sem þetta tala saman á. Ég þoli ekki þessa Brussel-ensku sem ekki móðumál eins og það væri, mér finnst það bara úrslitað þáttur fyrir mér að ég myndi kjósa nei ef ég þyrfti að hlusta á þessa Brussel-ensku. Hún svo ópersónuleg og ónáleg, þetta ekki saman? Já, mér finnst þetta undirstrika bara það hvað, sem að ég veit hvað þú ert sinnaði í hjarta mér? Nei, hvað þú ert bara berð hag tungumálsins mikið fyrir brjósti. Já, og það er auðvitað bara það er bara gott mál. Það er bara gott mál. Nei, en einföldum ekki umræðina, auðvitað hefur þetta bara allt saman mikil áhrif. Við erum að taka rosalega við svo miklu af regluverkinu án þess að hafa neinn áhrif á það. Ef við förum að inn þá höfum við minnst okkur einhver áhrif á það og það er algjört fjarstæða. Það er bara algjört kjaftaði að smáríki hafi ekki áhrif þarna við borðið. En ég velti fyrir mér... Það er enginn að fara að reyna að velta, þetta er ekki þannig að þarna séu bara vondir útlendingar og þeir vilja bara eiga fiskin okkar og þeir vilja bara eiga orkun okkar og þjóðin sem hér getur bara einhvern veginn étið það sem út í frís. Auðvitað er það ekki þannig. Nei, en auðvitað er ekki þannig. Þú gefur þér að sé ekki þannig. Ég veit ekkert hvort sé þannig. Kannski, ég held að sé alveg til vondir útlendingar sem vilja eiga fiskin okkar og orkun okkar, skilur. Þeir eru til. Já, en það er ekki uppleikið þegar menn eru að semja sín á milli þjóðir það hvernig eitthvað landsl. Þú veist, ég er auðvitað núna kannski líka að gera svolítið sekur það að draga upp full einfalda mynd. En óttinn við þetta finnst mér ekki byggður endilega á rökum, hann er stundum byggður á okkur tilfinningum það að við séum að tapa fullveldinu, en fullveldið okkar er auðvitað það, við höfum sjálfdæmi það í hvers konar samstarfi, við ætlum að vera við aðrar þjóðir, hvort það sé gott að vera í samstarfi við aðrar þjóðir einhverja tiltekna hagsmuni, gildir ekki bara með Evrópusambandið, þetta getur gildi við fórum í gegnum sömu umræðu með NATO og þú veist, við erum heimurinn er bara að minnka, ætlum við að taka þátt í því eða ekki? Já, ég held sér að það eru margar leiðir til að taka þátt í því, sko, en nei, þetta er rosa áhugavert. Ég held að ég velti fyrir mig hvort það ekki tímasóun að einu svona ræði þetta og fyrir ykkur að vera með hana plattform að því að þetta er ekki að fara að gerast, við erum ekki að fara að gera þetta. Nú ætla ég að fá að bara taka völdin að því, sko. Það er nefnilega þannig, við finnum þetta og við erum auðvitað að sjá þetta líka aðeins raungerast í könnunum þessa dagana. Við finnum fyrir því að núna er umræðan þetta brýnni í hugum fólks út af vöxtum og verðbólgu. Nota neyðar ástand til að svíkja þjóðina hann inn. Nei, þú er greinlega mjög hrifinn. Já, það er ekki verið að nota neyðar ástand. Nei, við erum bara snorra að tala fyrir því að búa hér til einhvers konar samfélag þar sem að við erum ekki alltaf í þessum sveiflum. Þetta er svo lýjandi og þetta hefur ekki góð áhrif að vera alltaf eitthvað staður upp í rjáfri og toppi einhverja risastórar hagsveiflu og fara síðan niður ofan í hinna dýfstu dali. Þetta er ekki gott. Það er ekki gott fyrir okkur að geta ekki gert plön fram í tíman. Það er sárt fyrir heimilin þegar að afborganir af húsnæðislánunum hækkum 100.000 bara á einu mánuði. 100.000. Já, það er svakalt. Það er bara fyrir venjulegt fólk. Það er að fara að gerast við mig eftir nokkra mánuði. Já, ég meina að þú veist, ef húsnæðislán bara venjulegs fólks, millistéttarinnar, er allt í einu að hækkum einhver 200 skall á mánuði, sko. Það er bara verið að taka heil mánaðarlaun af fjölskyldunni og setja í þessa hækkun, sko. Já. Þetta eru þannig stærðir. Já, þetta eru þannig stærðir og ríkisvaldið er með stjórn á stýrivöxturum og er þarna með
og sem líka bara frjálsöki punktur, þetta bara rosa áhugavert að alla vestræna þjóðir búi við þessa miðstýru Seðlabanka sem stýra vöxtunum með þessum hætti og þetta bara eitthvað kerfi sem menn hafa dottið inn á að þetta sé nauðsynlegt að gera þetta svona, það alltaf margir sem halda fram og það náttúrulega mjög mikil svona útópíu hugsun að fólk myndi óska þess að stýrivextir ekkert nema bara verð á fjármagni, hvað kostar að taka fjármagn í láni, skilur, og þetta bara ríkis miðstýring á verði, það bara verðstýring hann í gangi, það bara búið ákveða að fjármagn á að kosta svona mikið og svoleiðis verði það að vera, skilur, þannig að bankarnir geta náttúrulega ekkert annað en bara fyllt því. Nei, meina, það eru þetta búið að hækka hérna stýrivexti gríðarlega mikið á mjög stuttum tíma. Sérðu sveiflunar? Þegar við erum að kjósa síðast, þá eru hérna flokkar, þá er Sjálfstæðisflokkurinn að tala þú veist, það var bara hérna auglýsingaskilti út allt, bara Reykjavík og hérna landsbyggðirnar bara betrektar með þessu. Lægstu vextir í sögunni. Já. Við erum búin að vera föst í stýrivöxtum í 9,25% núna í meira en ár. Það er svakalegt, já. Þú veist, þetta að gerast á 3 árum. Þetta er ekki gott. Nei, þetta er ekki gott. Þetta er bara ekki gott. Nei, og við erum kannski að fara inn í einhverja smá litla efnahagskreppu, ég meina bílaumboðin eru að selja minna og það er svona alls konar merki. Svo er þetta, við höfum verið að, þú veist, kalla eftir að því að, þú veist, Seðlabankinn eru auðvitað ekki að reyna að gera annað heldur en að tempra ástandið. Nei. Verður auðvitað vondikallinn fyrir vikið. En hann gerir þetta ekki eitt, sko, menn hann alltaf talað þessar 3 ástæður að kjarasamningar skiptir miklu máli og ríkisfjármálin. Mér hefur fundist að hérna, þú veist, ríkisvaldið hefur svolítið mist af hérna því þannig að þegar að var virkilega nauðsynlegt að draga saman seglin, sem nú bara stundum í sveiflóttu hagkerfi, að menn hérna gera það ekki, þá verður verkefni hjá Seðlabankanum alltaf miklu erfiðara og nú erum við alltaf inn að koma inn í sko eitthvað skonar ástand sem að geti bara orðið einhver samdráttur, þetta verður mjög þungur vetur til dæmis. Já, og hvað þarna þú veist, þetta er Nei, en sko, þú veist þessar sveiflur er ekki góðar, Nei, það er ekki góða fyrir neitt, það er ekki gott að reka fyrirtæki í þessu, það er ekki gott að reka ríkissjóð í þessu, það er ekki gott að reka sveitafélögin í þessu, það er alveg hundvont að reka heimilisbókhaldið sitt svona. Já, en bara spurningin hvort að Evrópusambandið myndi leysa þetta, margt annað sem gæti leyst þetta, til dæmis bara með því að eins og margir benda á að stóra vandamáli í hagkerfinu sé að mörguleiti bara ríkið neitar að draga saman seglin sjálft og virkilega minnka sig og minnka útgjöldin sem valda hluta þessari verðbólgu og komið veg fyrir að Seðlabankinn sé færum að lækka vextina. Það er ekki mikill trúverðuleiki í því heldur. Ég veit ekki, þetta er svona margþætt vandamál. Já, þetta þó það sé auðvelt eins og þið gerir sko að finna bara eitt mál sko og segja bara þetta er myndin, skilur þú veist, þetta er auðvitað miklu stærra og meira, ég veit ekki hvort þetta væri eitthvað skárra. Ef þið væri að mynda stjórn. Þetta er ekki þannig að við getum bara hérna tekið upp evru og öll heimsins vandamál lagast, það er auðvitað ekki þannig. Það er áfram hagstjórn, það er áfram ríkisfjármál, það þarf áfram að gera kjarasamninga hérna, það þarf að vera skynsemi í þessu öllu. En krónan hefur svolítið leyft mönnum að vera agalausir. Það er bara ákveðið agaleysi sem að krónan gefur skjól fyrir. En við erum náttúrulega mjög rík og flott, skilur Ísland. Ég veit ekki, værum við það ef við værum í þessu Evrópusambandi? Ég veit það bara ekki. Ég bara veit það ekki. Ég er bara að hugsa það. Ég er bara að hugsa upp á það. Eigum við ekki bara sjá hvað fólki segir og hvað þið finnst? Ég er bara opin fyrir því. Nei, bara enn og aftur sem ég nefndi hérna áðan, við erum stundum með þetta öll, sama hvað skoðum við hefum að einfalda alla umræðu. Eitt get ég samt sagt, við erum búin að vera með krónuna núna ansi lengi, við vitum hvað fylgir henni, þessar sveiflur. Viljum við það? Nei, ekki ég. Jón Gnarr, er hann að koma í Viðreisn? Já, Jón Gnarr hérna, það voru fréttir af því í miðlunum, við höfum vitað því í smá tíma, hann hefði áhugaði að gangi í flokkinn og vera með okkur og svo sem ekkert launungamál að við í forystu flokksins höfum aðeins tala við hann kom að máli við okkur og við áttum svona til dæmis höfum bara átt samtöl við hann það, hefur bara verið skýr með það, hann vilji bara gera þetta svolítið sínum forsendum, gangi í flokkinn þegar honum hentar og haga bara sínu störfum í flokknum sem auðvitað bara þannig sem að pólitískt starfa á að vera og hann tekur það ákvörðun að vilja taka þátt í haustingin okkar helgina og þannig að hann er komin í flokkinn. Hvað þýðir að taka þátt í haustinginu? Er það bara að mæta? Hvenær fer prófkjör fram? Það er ekki búið að ákveða það hjá Viðreisn hvort að verði prófkjör eða uppstillingar, það verður gert síðar, við vitum auðvitað ekki einu sinni hvernig verða kosningar. Það verður alltaf prófkjör eða hvað? Varst þú í prófkjöri? Nei, það var stilt upp síðast það var prófkjör í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningarnar
það margir innan flokksins þeirra skoðunar það að vera prófkjör núna fyrir þingkosningarnar. Það bara ekki búið að ákveða þetta. Nei. En það alveg sama hvort það Jón Gnarr eða einhver annar, ef það prófkjör, þá þurfum við bara að fara í gegnum það og leggja sig bara í dóm þeirra sem að kjósa í prófkjörinu. Mér fannst hann hljóma svolítið stjórnmálalega í forsetaframboðinu, sko. Mér fannst hann svona að vera komið með áherslur sem hljómuðu þannig að hann gæti verið líklegur til svona verka. Þannig að þetta er áhugavert. Þetta er mjög áhugaverð viðbót fyrir Viðreisn. Ég veit ekki hvað, ég meina, kannski þetta gæti haft einhver svona áhrif að breykka flokkina þessu út, skilurðu, til einhvers annars en svona Evrópuköldsins. Við erum bara mjög lukkulega með að fá hann. Ég menna, þú veist, það sem að gerast þetta núna er það að þetta síðasti veturinn á þessu kjörtíðanbili. Við vitum ekkert hvenær verður kosið eftir ár eða næsta vor eða ég held að sé orðið erfitt fyrir þessa ríkisstjórn að klára kjörtíðanbili alveg fram á næsta haust þegar að einn forystumar ríkisstjórninni verðandi Svandís Svavarsdóttir er búin að segja því að eigi að kjósa í vor. Lífur hún fram á vor. Við vitum ekki hvernig verður kosið. Nei. En núna er auðvitað það að gerast að það er bara fólk að koma til liðs við okkur og eru glaðir að flokka því að smásaman er bara þungin í pólitískur umræðu að vera meira. Það eru fleiri og fleiri að verða áhugasamari og gefa sig upp og vilja taka þátt. Stjórnarsamstarf, gætu þið unni með sjálfstæðisflokknum og miðflokknum? Væri það eitthvað? Þið eru samt bara samtals 40%, sko. 42% eins og þetta mælist núna. Nú er það auðvitað þannig að allar þessar skoðanakannanir þeir eru að rokka fram og tilbaka út. Núna er auðvitað, ef að fylgi fyrir ekkert tímann að flakka, þá er það auðvitað núna í aðdraganda kosningar, sko. Við vitum ekkert hvernig myndin teknast upp. Við erum auðvitað bara svolítið þakklátt fyrir það að vera færast upp í konunum og vera komin svolítið yfir kjörfylgi okkar síðast. Já, þeir eru svona, það er svona fallið stígandi hjá okkur. Miðflokkurinn hefur verið að stekka líka í konunum og Samfylkingin hefur verið að gera það. En við erum auðvitað með þessa staðreind í kortunum að það þarf að mynda eitthvað svona samstífustjórn og þetta er við verðum bara að taka við kosningaúrslitunum og sjá hvaða möguleikar í stöðun eftir kosningar. Sko. Útlendingamálin, ég las grein sem skrifaði nýlega þetta mál hans Pilts, 11 ára stráks frá Palestínu sem átt að senda þarna til Spánar. Ég reyndi að lesa í gegnum greinin og mér sýndist þú ekki segja í greininni að hann ætti að fá að vera á Íslandi, heldur svona eitthvað að mann þyrfti heilbrigðisþjónustu, ég veit ekki hvort það þýðir að það væri þóknanlegt í þínum augum þá að hann fengi þessa heilbrigðisþjónustu á Spáni eða hvort að íslensk stjórnvöld ætti að hlutast til að gengi yrði úr skugga það eða eitthvað slíkt. Er núna svona, þegar þú skrifar svona greinar, ertu þá með það í höndunum að passa að skrifa aðeins hluti sem þið getur staðið við eða værið í ríkisstjórn? Skilur hvað ég við? Það er svona erfitt og hefur alltaf verið auðvelt í raun og veru fyrir stjórnarandstöð að fara inn í svona mál og segja bara, heyrðu, leyfi barnin að vera af því að þetta er svo mikil tilfinningamál og þarna vil fólk svona að réttlætinu sé fullnægt, mjög eðlilegt ef maður er manneskja að vilja það, að vil ekki horfa að falla barn sent einhvert út á götu, einhvers staðar, bara versta sem nokkuð geti hugsað sér í raun og veru, en síðan er það svona hitt að það sé eitthvað kerfi sem virkar og að ráðherrar er ekki að hlutast til það. Og að því ég er að spyrja stjórnarsamstarf, skilur við, gætu við farið með sjálfstæðarflokki, gætu við farið með miðflokki, þið eru frjálslyndu flokkur, því það eitthvað í þessum útlendingamálum að þið séu með mildari stefnu en til dæmis það sem Guðrún Hafsteinsdóttir er að reyna að gera núna. Hvernig er þetta að horfa á útlendingamálin? Sko, útlendingamálin verða nú ekki held ég þetta rísa kostingamál sem að hefði mátt ætla af umræðinni eins og bara til dæmis núna síðasta árið, sko. Nei. Auðvitað er það þannig að skoðanakannanir sína þau skipta ekki mjög miklu máli. Þú veist, það eru einhverjir sem að láta þetta ráða atkvæði sínu en ég held að fólk er nú alltaf hér og annars staðar svolítið bara að hugsa eigin efnahag, budduna sína og allt þetta. Það er þú sannlega með lausnindar. Já, við skulum, þú veist, bara sjá hvert það fer. En enga síður, þá finnst mér alveg mikilvægt að flokkar gerir grein fyrir því hvernig þeir vilja sjá þessi mál þróast. Sjálfsögðu. Og þegar að kærunefnd útlendingamála breytti því hvernig umsóknir frá Venezuela eru afgreiddir, fólk fær ekki sjálfkrafa vernd lengur frá Venezuela, heldur þar núna að meta hverja umsókn fyrir sig, sumir eiga möguleika og aðrir ekki. Það hefur bara gerbreytt auðvitað stöðinni. Það hefur bara gert það verkum að umsóknum alþjóðlega vernd hefur fækkað bara meirinn helming, sko, á fáinni mánuðum. Það er bara því að hér er ekki lengur fólk frá Venezuela að koma í þeim mæli sem áður var. Við erum auðvitað líka ennþá að taka á móti mjög marga frá Úkraínu út af stríðinu þar. Við auðvitað vonum að
að það verði þannig að fólk sem býr í Úkraínu að það geti verið þá frekar bara í Úkraínu í friði og ró fyrir Rússum. Já. Skilur við, þannig að við höfum auðvitað verið að ræða svolítið útlendingamálinu ofta á svona tíma þar sem að var kannski óvenju mikið álag á hælisleitendakerfið. Já. Almennt höfum við Íslendingar ekki staðið okkur vel í þessum málum finnst mér ef við hugsum aftur í áratugi, en það auðvitað þannig að það eru 100 og eitthvað milljónir á flótta, það er ekkert ríki að fara að leysa þennan vanda eitt. Nei. Reglurnar þurfa að vera skynsamar. Ísland getur ekki verið alveg opið, en það getur heldur ekki verið alveg lokað. En auðvitað, ég meina, finnst okkur ekki öllum sárt að sjá þetta mál með Jasan. Hann er á leiðinni hérna til Íslands og fjölskyldan að sækja það má hann gera, hann má fara til hvaða Evrópuríki sem og sækja vernd. Þetta eru bara svona alþjóðlegir sáttmálar sem að við auðvitað erum skuldbundin og þú veist, við erum ekki svo grimm gagnvart fólki á flótta Evrópa að við ætlum bara að loka alveg dyrunum þótt að það sé ekki hægt að taka á móti öllum. En þú veist, hans tilfelli eins og ég skilða var svo sérstakt, sko. Hann ætlar ekki til Spánar en það er verkfall á Spáni sem gerir það að verkum að hann er skráður inn í kerfið á Spáni. Já. Það þýðir það að Íslendingar geta notað þessa difflunarreglugerð og senda hann úr landi. Þeir þurfi ekki að gera það, þeir geta það. Já. Við höfum verið með ákvæði í lögunum sem er ekki lengur það að það sé hægt að taka tillit til sérstakra aðstæðna eða ástæðna fólks. Það er farið. Já, það fór síðast, sko. Já. Mér finnst þessar aðstæður, þessa drengs vera svolítið þess eðlis að það hefði auðvitað átt að hefði verið eðlilegt að hann hefði fengið þessa efnismeðferð sem hann fekk ekki. Nei. Það er ekki búið að ákveða það að hann fái að vera hérna, það er eins og búið að ákveða það bara liggur í regluverkinu okkar hérna, hann er búin að vera það lengi, hann fær efnismeðferð. Út af það gekk þetta nú allt þarna þegar ríkisstjórnin var að vandræðast með þetta. Þú veist, ég bara, þú veist, börn. Já. Ég er bara manneskja. Mér finnst ofsalega erfitt að sjá þegar að fólk sem að hinga kemur úr óheyrilega erfiðum aðstæðum vill koma hingað, getur gert gagn í samfélaginu og allar tölur atvinnu þáttöku hælisleitenda sína nú það að þetta fólk er ekkit komið hérna til að leggjast á eitthvað kerfi. Nei. En við getum auðvitað ekki tekið á mót öllum, en það held ég að sé enginn að tala fyrir því að við eigum að taka á mót öllum. Já, ég held að það sé alveg sumir sem tala fyrir, eða sem tala allavega fyrir stefnu sem myndi hafa það sem afleiðingu. Og annars að þau tala fyrir allir komi. Nei, þetta þarf auðvitað að vera kannski meira samvinnuverkefni landa á milli frekar heldur en að það sé allir að reyna að reisa einhverja girðingar eða opna hver í sínu hotni, sko. Þetta er auðvitað greiðulegu vandi. En ég meina Schengen, flestir sem eru á flótta, þeir eru á flótta bara í nágrannalandi, skilurðu. Já, en við reyndum okkur á... Fólk sem er að flýja frá ástandi í Palestínu, það er langflest þú veist, fólk er að fara til Egyptalands eða það er til Sýrlands, milljónir palestínumanna í nágrannalöndunum, sko. Já. Og þú veist, við munum hvernig þetta var með Sýrland og svo allt hérna verið komið Úkraínu núna og þú veist. Ég bara, þú veist, ef hérna... En mér finnst þú svona óskýr, ekki kannski óskýr, en þú hefur ekkit sérstaklega einhverja skoðunar á einhverjum róttækum breytingum með þessum málaflokki og að skrúa fyrir þetta eitthvað. Ég hef bara mikinn áhuga á því. Sérðu hvernig við erum búin að vera að vinna þetta? Það voru gerða ákveðin heildar löggjöf hérna fyrir 9 árum ekki. Jú, eitthvað svo leið, sko. Í allt öðrum veruleika heldur en síðan blasti við nokkrum árum síðar. Og nú er hérna verið að gera þetta þannig af ríkisstjórn sem hann kemur sér ekki saman nokkuð einasta hlut og er náttúrulega mjög ósammála það hvernig að hantera þessi mál. Þá verið að gera alls konar svona púsl á löggjöfinni. Við höfum verið að tala fyrir því að einmitt vegna þess að löggjöfin sem við höfum verið að vinna eftir skrifuð í allt öðru andrúmslofti og allt öðru raunveruleika heldur en síðan blasti við okkur, að það sé orðið tímabært að flokkarnir setjist niður og reyni að ná einhverju sátt einhverja löggjöf sem að menn geta sæst á að taki tillit út frá mannúð, en sé líka raunhæft gagnvart því að það er ekki hægt að hafa hérna landið galopið gagnvart öllum, sko. En mér finnst það samt svona einhver leyti... Mér finnst, Snorri, mér finnst svo sárt þegar við erum að hérna rífast einhverja löggjöf hérna á Íslandi og það er alltaf, sko, óheyrilega viðkvæmir hópar á bakvið það. Það er ekki gott. Reynum, þú veist, það er kannski óhjákvæmilegt. Þetta þýðir auðvitað það að hérna, við í Viðreisn getum auðvitað ekkert náð öllu því fram sem að við vildum á miðflokkurinn ekki heldur og annað. Það er ekki gott að samfélagsmiðlar, fólk í landinu sé, sko, að öskra á hvort annað
út af fötluðu barni í Nei, það hjólastól. alveg sturlað ástand. Við erum öll sammál þetta. Já, ég meina, en sko, við lögðum þetta til. En málið samt að ef það alltaf sagt, það alltaf sagt eitthvað, við þurfum að gera þetta út frá mannúð, sem rosalega teginlegt hugtak og það ekki fast mótað hvað mannúð þýðir nákvæmlega. Mannúð þýðir bara fljótandi, mannúð bara eitthvað smá gott, smá hér, smá hugsun, góð hugsun, samúð, hversu langt nær hún, hvað mannúð, og það svona fer það smá í taugarnar á mér þegar þessi orðið svona slengt fram, við verðum að gera þetta með mannúð að leiðarljósi. Ég meina það enginn að tala að gera neitt annað. Ég meina jafnvel þó að miðflokkurinn þótt að einhverjir sæki hann að útlendinga fordóma eða andúð, þá myndu þeir vafalaust lýsa því sjálfur þannig að þeir væru að gera þetta líka með mannúð að leiðarljósi. Þannig að ef allir flokkarnir segjast vilja gera þetta með mannúð að leiðarljósi, þá það sjálfkrafa orðið gagnslegt hugtak og þá þurfa að fleygja því og fara bara að tala þá hvað fólk vill nákvæmlega gera og án þess að tala mannúð. Það að segja, ef við gefum okkur það sem bara sjálfgefin fasti, það er svona þetta klísja, þetta svo gagnslegt hugtak. Þetta verður alltaf flókið vegna þess að undir bæði ákveðin svæði sem að fólk að koma frá og svo eru þetta fólk líka í mismunandi persónulegri stöðu. Já. Þú veist, við getum alveg verið sammála það að fatlað barn frá einu svæði kannski annarri stöðu heldur en fullfrískur einstaklingur frá sama svæði. Sem kannski bara efnahagslegu flóttamaður í raun og veru. Stundum kannski eru menn líka raunverulega bara búið að vera að sprengja hverfið þeirra í tætlur. Eða þá að þeir sæta ofsóknum vegna kynhneigðar eða hvað þetta Þetta bara erfitt. Og við erum öll að nota þetta hugtak mannúð. Ég legg til að því sé lagt bara. Já. Ég held að mér finnst að mín tilfinning að það sé ekki að hjálpa lengur í þessari pólitísku umræðu að vera alltaf að slengja fram mannúð. Það allir að tala mannúð. Hvað er þá að nota? Hvað að gera? Hversu mörgum að taka við? Hversu mörgum regluverki, við getum ekki tekið á móti öllum. Það er alveg ljóst. Regluverki verður að vera raunsætt. Það væri mannúðlegt að taka á móti þessu. Raunhæft. En við getum ekki nálgast hlut. Mér finnst þetta alveg stundum vera tvennt sem grauta saman. Mér finnst þetta annars við að vera regluverkið sem við ætlum að reyna að búa til og hanna og reyna að hafa gott og vandað og ekki uppspretta deilna á nokkura mánaða fresti þar sem að undir fáruvik börn eða eitthvað annað. Hins vegar, sem ekki síður mikilvægt, þegar við erum að ræða útlendingamál, það hvernig umræðan og ég hef svo miklar áhyggjur af þessu seinna atriði. Því að það orðið, finnst mér ofmargt fólk sem að talar með svo fordómafullum hætti fólk sem að kemur annar stað frá annarar trúar eða eitthvað að ég bara áhyggjur af því. En þetta eru þetta líka rök fyrir því að regluverkið þurfa að vera raunhæft, Já, það að segja, það verður engin, venjulegt fólk verður ekkit rasistar einhvern veginn, en skilur hvað við, það sem þetta kannski að reyna að lýsa, að það kerfið og einhvern veginn það flókið og brotið og skrítið að það endar á því að þetta verði einhvern veginn að umræðu alls þar og þá mitt sprettur alls konar fram umræða útlendinga hefur verið viðkvæm umræða í öllum löndum alls þar á öllum tímum. Alltaf. Þess vegna ég svo djúpt þeirrar skoðunar að það skynsamlegasta sem við getum gert að setjast niður flokkarnir og sjá hvort við náum ekki aðeins meiri sátt þannig að börn í hjólastól þurfi ekki að vera andlag harðítugra deilna og þurfa að þola það sé verið að tala foreldra þess eða jafnvel barni sjálft sem einhverjar afætur sem bara henda á landi. Pólitíkin ekki að tala þannig. Hún ekki að tala þannig. Stjórnmálamenn tala ekki þannig niður á þingi. En þegar að til dæmis stjórnmálamenn eru farnir að tala svona óvarlega, en kannski ekki alveg svona eins og ég að lýsa, þá þetta ákveðið hundablístur fólki í því sem að þýðir að fólk fer af stað. Gætum okkur í umræðinni, setjumst niður og reynum að lagfæra það sem við viljum laga í þessari blessuðu löggjöf og gerum það saman. Annars verðum við áfram í þessu að við erum með einhverja samsteypustjórn þar sem að flokkar eru endalaust að rífast og undir fólki í viðkvæmri stöðu. Við getum ekki haft landið opið, við getum heldur ekki haft það alveg lokað. Ég vil ekki henda hugtakinu mannúð eða ekki kannast við það að hér að gilda einhvers konar mannréttindi. Ég vil vinna með öðrum þjóðum að því að koma á einhverju skaplegu umhverfi. Það ekki gott þegar samfélögin klofna út af því En máli að samfélögin hafa að mörguleiti klofnað og ekki síst á grundvelli einhverjus konar fjölþjóðlegs samstarfs til dæmis flóttamannamál.
mikil bylgja flóttamanna til Þýskalands hefur ekki haft mjög mikil samheldnis áhrif í Þýskalandi, saman hvað hverjum finnst. Það hefur bara klofið samfélagi gagnvart því hvort að það eigi að taka á móti svona mörgum flóttamönnum. Angela Merkel segir 2015, við getum þetta. Það er bara ekkert allir sammála því að þau geti þetta eða ráði við þessu. Þetta veldur líka sundrungu. Það er ekki bara þeir sem, sko, atburðurinn sjálfur veldur sundrungu. Það er ekki bara hægt að segja, heyrðu, að fólki sem miklu rasistar að vera á móti þessu. Nei, þau sjá bara, og að mörguleiti er það líka gerast á Íslandi, þau bara sjá mikla breytingar á sínu samfélagi, á mörgum stöðum er ekki hægt að tala íslensku lengur, það er bara staðarind líka og það er ekkit út af flóttamannamálum, það er bara út af útlendingamálum almennt. Þetta býr til álagin í skólakerfinu, í heilbrigðiskerfinu og þetta er allt raunverulegt. Þetta býr til óviðráðanlegt álag í skólakerfinu á sömu stöðum, þar sem að fólk er alveg hægt að geta sinnt grunnkennslunni vegna þess og að það er bara of mikið álag vegna þess að það er bara allt of mikið af tungumálum, allt of mikið af alls konar aðstæðum sem það er að glíma við, það er enga veginn til fjármagn. Ég veit ekki hvar við ættum að sækja það fjármagn ef við segjum bara fjármagnum þetta betur, ég veit ekki hvar við ættum að fá það peninga því við erum nú þegar skuldsett miklu meira en við ættum að vera. Þannig að þú veist, ok, ef það er ekki lausnin þá er mögulega að fara í rót vandans, eru við að taka á móti bara of mikið af fólki til landsins, eru við of mörgir, mér finnst það bara verður spurning, ég er ekkert á því en sko að segja það sé alltaf rasismi og ég veit að þú ert ekki að segja það, en þú veist að afgreiða alla umræða alltaf sem hættulega rasisma, það er ekki að fara að gera neitt nema við verðum að geta rætt þetta, en við verðum að geta rætt þetta öðruvísi heldur en að setja ykkur leiðilega merki með á fólk sem er öðruvísi á litin en við og allt þetta. Sjáðu til dæmis að því að sko þetta er allt rétt, þetta hefur verið heljarinnar áskorunir í mörgum löndum. En þetta hefur líka gert það verkum í mörgum löndum og það hefur verið hægt að byggja upp atvinnuvegi, það hefur verið hægt að halda út í alls konar þjónustu. Til dæmis hér á Íslandi. Ég meina það eru þetta fólk frá öðrum löndum sem að vinnur hér inn í velferðarkerfinu okkar, mannar stöður í leikskólanum, inn á hjúkrunarheimilum, út allt þetta fólk sem talar kannski ekki íslensku og við þurfum auðvitað að vera duglegir í því að kenna því íslensku. Þetta er ekki allt hælisleitendur, þetta er bara fólk sem að kemur frá Eystrasaltslöndunum, Póllandi. Miklu minni hluta hælisleitendur, þetta eru 80.000 manns, þetta eru ég myndur að halda svona 5.000 manns það séu kannski eitthvað fólk sem kemur í gegnum það sko. Þetta er mjög óábyrg tölfræði þarna. 90% útlendingar sem hér eru ekki hælisleitendur og helmingur allra hælisleitenda sem eru að koma inn á ári hverju er fólk frá Úkraínu sem allir eru sammála um. Það var þetta rétt hjá mér, það var þetta 8.000 sem eru hælisleitendur. Við megum auðvitað ekki forðast eitthvað umræðum þetta. Nei. En við skulum halda bara báðum loftunum á lofti. Við erum opið samfélag, við erum í Evrópska efnahagssvæðinu og það kemur hérna margt útlendingum til landsins og það er margt af Íslendingum sem að fer og sækir sér tækifæri nám, vinnu og annað í sömu löndum á móti. Það býr til mikil verðmæti í samfélaginu en við þurfum þá að skuldbita okkur gagnvart þessu fólki að koma því almennilega fyrir hérna í samfélaginu. Norðmönnum hefur tekist þetta til dæmis miklu betur heldur en mörgum öðrum löndum. Eins og ég hef stundum horft á þetta og þú veist það sem ég kannski svolítið er að reyna að segja það er svolítið hættulegt að taka þessu umröðum útlendingu og hendin allavega hælisleitendur. Þeir eru svo lítið hluti. Ég er sammála því en svo umræða er að gera það verkum til dæmis, ég veit ekki hvort þú las greinina sem hún skrifaði dótturinnar Þórunnar Sveinbjarnardóttur. En sko þetta er áhyggjuefni líka. Það er mikið áhyggjuefni að fólk skuli voga sér að tala neikvætt við útlendinga og hreita einhverju rasismæði og ég bara og ég gapi hreinlega þegar ég horfa á það og hugsa bara hver gerir þetta og hvers konar uppeldi er það að baki sko, hvernig hvarlar að fólki að tala svona það er að vera að vísa til svona einhvers hversdagslegs rasisma að vera að hreita einhverju í fólk svona götum úti en hitt er einmitt, þú veist ég held líka, ég er alveg sammálað að þetta er ekkit allt hælisleitendur, alls ekki sko, en mér finnst að stjórnmálinn hafi alls ekki tekið þá umræðu að það hefur gengið mjög illa að mínum mati eins og ég upplifi stöðuna og eins og gögn sína í mörgum tilvikum, það hefur gengið gífurlega illa hjá stjórnvöldum eins og þau hafa verið að starfa síðustu 10-20 ár sem þessi stóra útlendinga innflytjenda bylgja hefur skollið á, það er svona síðustu 10 ár svona sem þetta hefur ágerst verulega, það hefur gengið mjög misjafnlega vel að aðlaga fólkið að íslenskum aðstæðum bara á alla lund þar að segja og engum kannski á sviði tungumálsins að það er þetta eftirtektarvert en það skapar svo mörg önnur aðlöguna vandamál sko. Ef tungumálið er ekki þá þú veist, það mun alltaf sko, aðri limir munu dansa eftir því höfðið sko, að það, ef það er ekki þá ertu mjög ólíklegur til þess að bara öðru leiti falla vel inn í samfélagið og ef að stjórnvöld hafa staðið sér svona illa hinga til þá er ekki að fara að standa sér betur í framhaldinu heldur bara ennþá verð, það er eins og ég sé þetta sko. Og þess vegna myndi ég skilja einhvern sem segði við þurfum þá bara að
kontrollera betur og átt okkur á því bara við getum ekki verið að taka við svona mikið af fólki, við erum ekki að ráða vel við aðlaða sko. Já. Þá erum við líka ég skil þetta ég veit þetta eru bara sjónarmið sem að þetta er bara umræðan við verðum auðvitað að taka hana en við verðum auðvitað sko, við getum ekki bara hort þetta og við verðum líka eins og ég var að nefna hérna áðan sko, útlendingarnir þeir vinna við störf sem annars væri ekki unnin þeir halda uppi ákveðnum störfum sem að Íslendingar fást ekki til. Nei. Allar greiningar okkar, eitthvað svona lýðfræðigreiningar fram í tíman segja okkur alveg óskaplega skýrt að náttúruleg fjölgun Íslendingana veistu, við erum alls konar Íslendingar en þú skilur hvað ég á við. Það er til eitthvað sem heitir Íslendingur, hún stendur ekki undir þeirri velferð sem að við ætlum okkur að gera til lengri tíma og þetta er auðvitað þetta er náttúrulega bara heljarinnar verkefni hvernig ætlum við að vegna þess að það er svo óskynsalegt að því að fólk má koma hérna í 2000-tali það bara getur ákveðið á morgun að koma þannig er Evrópska efnahagssvæðið og við getum farið út að sama skapi býr til hreyfanleika og mikil verðmæti en býr til þessar áskoranir við höfum svolítið klikkaði því hvernig ætlum að taka á móti þessu fólki maður hugsar oft setninguna sem að ég man nú ekki hver lét hann að falla þýski stjórnmálamaðurinn þú veist við vildum fá vinnuafli með fengu fólk skilurðu? Nei, og ég er sammála því en það er málið sko, að því við erum að tala um lýðfræði en ég er svo hræddur við það þegar þessar áskoranir fara allar í að sko hatast eitthvað við fólk sem er að flýja stríð og allt það. Það er bara röng nálgun. Já, og þess vegna það verður að vera skynsemi í hælisleitendakerfinu dróttin minn dýri. Og fólk þarf bara að finna eitthvað jafnvægi og eiga þessar umræður en nei, þetta er bara en málið er samt að kannski eru líka sko pólitíska umræðan verður nú oft svolítið hatrömm sko. Ég held að það sé meira minna á sömunótum með þetta. Ég held að það sé auðveldar að ná samkomulagi í þessu ef menn setjast niður og einhenda sér í það og vilji raunverulega ná samkomulagi. Að þú nefndir lýðfræði, ef maður tekur lýðfræði og bara tekur skilur kurvuna og bara dregur fram til ársins 2050 eða 2060-70 eða eitthvað, þá eru bara þá verður þetta bara orðið Íslendingar helmingur að því við notum auðvitað ekki Íslendingar og útlendingar vera skiptum þjóð skiptum þjóð, ég meina akkur það samsæriskenning eða rasísk samsæriskenning, það er tölfræðin sína það skilur og það verður skrítið ástand, ég held að enginn sé fylgjandi þó sumir kallega bara rasisma að segja að horfa á gögnin og segja að segja að gerast skilur þú veist það eru alls konar áskorunum við höfum ekkert staðið okkur alveg rosalega vel í því að byggja hér upp kerfin okkar til þess að taka móti fólki, það er ekki góð hugsun hjá okkur að þiggja vinnuaflið en átt okkur ekki á því að vinnuaflið kemur með fjölskyldum, börnum notar heilbrigðiskerfi, skóla, vegi og allt þetta það er ekki sanngjarnt að hafa ekki áhyggjur af þessu sem að þú ert alltaf að nefna bara ignora það, algjörlega það er ekki sanngjarnt, en við verðum líka auðvitað að taka þá með í reikningin á móti að ef við myndum skópla öllu fólkinu út í einu vetvangi samfélagið myndi lamast það er bara þannig þetta er bara mjög áhugaverð stað sem við erum komin í og það er bara að ráða fram úr henni sko. það er þessi mikli hreyfanleiki sem að er auðvitað að fylgja honum áskoranir en það fylgja honum líka tækifæri sjáum hvernig bandar í samfélag byggist upp þar var nú bara langt skeið bara innflytjendur og svo er þetta einhver svona suðupottur og það gengur auðvitað alls konar í þessu það er bara flókið að vera í samfélagi það verður líka flókið að við verðum bara með allt lokað eins og sumar þjóðir hafa gert það bara Japanir segja bara það er samdráttur en við ætlum ekki að opna allt fyrir skilur og þar eru bara fleiri fullorðinsbleiur en barnableiur og skilur líðfræðin það er bara alveg í skrúfunni skilur og þeir eru samt með skýra stefnu að vera ekki að leysa þetta með innfluttu vinnuafl og svo framvegis, þannig að það eru aðra leiðir í þessu. Mér finnst bara skorta svolítið á að við getum, við erum ómikið að öskra hvert annað þegar við erum að tala um þessa málaflokka í staðan fyrir að tala meira saman og ná einhverju svona sameiginlegri lausn. Við erum sannarlega búin að tala saman hérna maður, eitt klukkutíma á kortið sem við erum búin að tala saman, sko. Það er margt sem við erum rétt að hitla, sko. Eitt sem ég sá sem vekur furðu mína er að bæði Framsóknarflokkurinn og Píratar eru að amast við því að það ríki frjálsmarkaður á íbúðamarkaði að það megi kaupa íbúðir án þess að ætla að búa í þeim. Þetta er áhugavert sjónarmið. Ég veit ekki hvort að hvernig þú nálgast þetta ég veit ekki hvort þú kannast við þessu umræðu sem ég er að tala um en ég held að Gísli Rafn sem hafa verið að skrifa greina sem hann var að
tala að það þurfi bara að horfast í augu að markaðurinn sé ekki að þjóna þörfum fólks og það þurfi bara rosalega mikil inngrip þarna inn í markaðin þar að segja banna fjárfestum að kaupa íbúðir. Ég veit ekki hvort að það minki hvata til íbúðu uppbyggingar. Kannski ríkisvaldið vandamálið á íbúðamarkaði? Eða krónan. Þú ert með þín þetta bara sami spil margra þátt að ég meina inn í þetta spilar lóðaframboð, inn í þetta spilar Já, en það hlýtur á einhver vaxtastig eitt af því sem hefur mikil áhrif á að segja sér alveg sjálft að menn ekkert æstir að byggja en mér finnst þetta bara svo áhugaverð pólitísk umræða. Það mjög auðvelt þegar maður stjórnmálamaður að segja að allt Airbnb að kenna. Airbnb, nú átti ég á sín tíma í búð í miðbænum sem ég bjó aðalega í en ég fór Airbnb og þá... Það eru margir sem leiða íbúðina sínur upp út í eitthvað smá tíma og það voru það má fá 2 milljónir á ári og svo þarna mátt ekki fá meira, þannig að Nei, hvenær ertu bara komin í atvinnustarfsemi? Hvenær er íbúðin orðin atvinnustarfsemi? Það er svo sem alveg eðlilegt að finna einhver mörk þar. Já, en þetta er samt svona áhugavert inngrip í eignarréttin. Ef maður hugsar þetta út frá bara grundvallar sjónarmiðum í einhvers konar frjálslyndis eða frjálshyggju hugsun, þetta forrit er þarna, Airbnb er þarna, eftirspurnin til staðar, ég geti grætt á þessa íbúð, ég geti grætt 12 milljónir ári á henni ég bara hugsa það, og svo kemur ríkisvaldið og segir bara nei, af því að við erum búin að skemma íbúðamarkaðinn þá máttu ekki gera þetta og þú mátt bara fá 2 milljónir, skilur þannig að það er nú þegar verið að skrúfa niður í raunu verðinu á íbúðum með því að banna þetta Hvað máttu gera með bíliðin? Já, má ég leigja hann, og hvað má ég bara má ég selja þjónustu frá mér, má ég hjálpa fólki fyrir peninga, skilur Já, þetta allt saman eru náttúrulega alls konar reglur og annað og því meira sem að frelsi í þessu því þetta betra, en menn eru þetta svona reyna að bregðast við einhverju ástandi, Þetta Airbnb er að skemma allt, segir fólk, en það er náttúrulega fólkið sem kemur og leigir íbúður, það eru þetta að eyða peningum og að búa til hagsæld og velsæld og Nei, en líka bara, en það er bara áhugavert hvað svona inngrip inn í það hvernig þú megir ráðstafa eignuðinum eru þetta gríðarlega varhugsum. Hvar eiga mörkin að vera? Síðan eru þetta alveg hægt að segja á móti að þú veist, ef þú ert með íbúðina þín og þú ert bara endalaust að leigja hana út, þá ertu bara komin með eitthvað sem heitir kannski bara gistihús eða hótel og það gilda þá þetta bara aðra reglur það húsnæði heldur en íbúðir Já, en þá er ég að hugsa Hvað ætlum við að nálgast? Hvað er skurðpunkturinn? En hvað er skurðpunkturinn? Málið er bara að tæknin hefur bara umbylt því hvað skurðpunkturinn er Algjörlega Það er að segja bara þessi möguleiki sé fyrir hendi hann breyti bara reglurum, en reglurnar eru samt ennþá í gamla daga, þeir eru bara fasta þar að gistuhús sé bara nei, þessi íbúð er bara alveg mikið gistuhús og hvað annað, hún er ekki með alla þjónustu þætti hótels, en hvað og akkur á ég ekki rétt að gera þetta mér finnst það bara svo áhugaverð spurninga því ég glýmdi við þetta sín tíma ég sætti mig við þetta mér alveg sama en þetta er áhugavert út frá bara eignaréttinum að kannski að helst það sem ég er að segja er að fólk er ekki að tala út frá prinsipum í svona málum, heldur bara út frá einhver svona veruleika og praxis, skilur það er ekki einhver prinsip bara eignarrétturinn heilagur, þú mátt gera það sem þú vilt ráðstafa þínum eignum að vild, nei, það er ekki þannig á Íslandi, alls ekki þannig menn er að taka umræðan þetta og þetta er fólk að tala að ganga lengra að þú megi bara ekki eiga íbúð til að leigja hann út það þýðir bara að þú þurfir og bara alls konar aðstæður sem valda því í lífinu að þú viljir leigja íbúðina þín út í smá tíma og fara einhvert kannski annað eða hvernig það er miklar hömlur þarna gerðu þetta það verkum að leigu íbúðum fækkar er það sem við viljum? Skilur það er alltaf 2 hliðar á þessu Já, það eru 2 hliðar á þessu annað í þessu sumar, ég meina það er bara haust að fara, það eru kosningar framöndan ertu bjartsýtt fyrir þessu öll saman þú ætlar að fara aftur og þú veist Já, ég hef engin áform annað Þið finnst það gaman, er þetta alltaf Já, þetta er svolítið eins og fjölmiðlarnir þetta er maður er að vinna bara með fullt af skemmtilegu fólki og þetta er nýtt fyrir manni að vera þarna megin Ertu að venjast þessu ákveðlega? Þetta eru 3 ár komin og þú veist að vera stjórnmálamaður Þetta er heljarn lærdómskúrfa Ég til dæmis var þannig í fjölmiðlunum ég var ekki mikið að viðra mínar pólitísku skoðanir opinberlega ég var ekkert mikið í því og meðan ég var á Ríkisútvarpinu þannig ég þurfti aðeins að venjast í að vera bara opinn með allan mínar skoðanir svo þarf maður að læra á gangverki í þinginu og hvernig samspilið er á milli flokka og einstaklinga þarna og þetta er bara mikil refskákat í gangi er þetta meira svona baktjaldamakk en þú helst það er náttúrulega fólk að blika hvert annað til þess að leysa mál og það er verið að reyna ofta að hnika alls konar
málum í gegn sko. Þú veist en þetta nú voða mikið bara stjórn og stjórnarandstöða sko. Stjórnarmálin fá framgang og svo reyna stjórnarflokkarnir einhvers staðar að semja bara þau sín á milli og svo bara sitjum við á hliðarlínunni og tökum við þeim þegar það er tilbúið sko. Eru ráðherrar valda mikið fólk? Já, ráðherrar eru valda mikið fólk en menn eru náttúrulega líka bundnir af því að þeir eru í samstarfi og þeir eru auðvitað með þingflokka á bakvið sig og annað. Þannig að það er alveg þannig. En ráðherra kemur ekkit hverju sem að hann vill í gegn bara því hann er ráðherra. Það er ekki þannig. Hann þarf að hafa sinn þingflokk með sér og hann þarf að hafa síðan ríkisstjórnina með sér og þingið í heild sinni. Meiri hlutan. Svandís bannaði hvalveiðarnar bara svona. Svo eru menn auðvitað líka fá menn vafa lítið, ég hef aldrei verið ráðherra og veit ekki hvernig þetta virkar þannig inn í ráðuneytunum en menn fá nú vafa lítið heljarinnar aðhald þannig það hvað er bara eðlilegt að ganga langt í alls konar og út frá lögfræði og slíku sko. Já, það var gert þannig að það var svakalegt. Það var svakalegt. Ég meina, auðvitað er það svakalegt að sko, það er eitthvað fyrirtæki þarna úti sem með atvinnustarfsemi, löglega atvinnustarfsemi, við getum haft alls konar skoðanir á því, en hún er lögleg. Já. Að ráðherra með einu pennastriki bara. Einu pennastriki og deginum áður eða hvernig það var, sko, með engum fyrirvara. Nei. Þú veist, maður þarf ekki að vera sérfræðingur í stjórnsýslurétti eða stjórnskipan til þess að átta sig á því að þetta er út fyrir öll sanngirni sjónarmið, sko. Já, en sjálfstæðismenn gleyptu þetta. Kyngdu þessu. Þetta er það sem að blasti við þeim sko. Sjálfstæðismennir eru þetta í þeirri stöðu að þeir eru mikið að kenna VG Já. Mér finnst svolítið að menn þurfa nú að kannast við að þeir ákváðu að vinna með VG sko. Þeir ákváðu þessa stöðu sjálfur. Þeir vildu þetta. Þeir kusu þetta. Við viljum vinna með VG. Það þýðir ekkert að kenna VG allt sko. Nei, þetta er merkilegt og þeir hefðu ekki að mynda aðra stjórn í seinnaskiptið. Já, það er alltaf 63 þingmenn og það er alltaf hægt að raða þeim saman á alla mögulega kanta. Það þarf ákveðið hugmyndaflug og útsjóna sem þeir eru að mynda ríkisstjórn. Menn voru bara búin að festa sig í þessu og sitja þá uppi með þann svarta pétur og þetta er einhver óvinsælasta ríkisstjórnin í lýðveldistímanum. Þið að fara í stjórn, viltu fara í stjórn? Nú, ég held að við séum öll í stjórnmálum. Það á stefnuskránni að reyna að hafa áhrif og þú hefur meiri áhrif í stjórn heldur inn í stjórnarnastöðu. Þeir sem ég tala við alltaf að segja allir flokkarnir séu svo mikillir lykilstöðu. Það er allir flokkar sem finnst að vera svo mikillir lykilstöðu núna þessar kosningarnar. Nei. Já, ég get nú sagt eitt í þessu. Þeir eru í lykilstöðu. Mér finnst nefnilega svo áhugavert það er allir svo uppteknir af því að Samfylkingin hefur verið að mælast átt og hún sé nú aðeins að lækka upp á síðkastið og verið að mælast átt í könnunum, rauk svona svolítið upp, sko. Þannig að það hefur svolítið verið bara útgangspunktur í pólitískur umræðu að það hljótu nú endilega að vera það sem að gerist að Samfylkingin leiði næstu ríkisstjórn sko. Menn horfa svolítið fram hjá möguleikanum sem er að íhaldsöflin í landinu geti líka mögulega læst sig saman með meiri hluta sko. Framsókn, Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur. Til dæmis, Flokkur fólksins. Þú veist, það er alls konar staðan býður upp á bara óendanlega marga möguleika sko. Þetta er gífurlega spennandi sem að ég get ekki haldið þér innan að ég lifum en gott spjall. Já, bara gaman að koma. Við ætluðum að tala líka sko alls konar svona fíknimál sem við verið með, við tökum það bara í næsta spjalli er það ekki? Er eitthvað nýtt það að segja svo sem það er alls konar alltaf, þú ert bara alltaf með þetta á borðinu hjá þér, þú ert alltaf að djöflast í þessu. Já, þetta er svona eitt af þú veist, stjórnmálumenn hafa þetta alls konar svona mál sem að þeir eru heitir í og vilja berast fyrir og þetta er alveg klárlega eitt af því sem að ég vil setja fókusin á. Ég þekki þetta bara þetta svo vel af eigin reynslu. Ég veit hvað margt af þessu er sárt og erfitt fyrir fólk og hvað eru margir undir og margar fjölskyldur sem og einstaklingar og börn sem að eiga erfitt og við getum bara gert svo miklu betur þarna þó að það sé nú allir velviljaðir. En hvernig er það með, þú veist, ef menn væri með tórasprota, hvað er það sem við getum gert svona miklu betur? Svona í, þú veist, einföldu máli, hvað er stóri flöskuhálsin í þessu systemiðin á Íslandi? Fjármagn. Í þessum málaflokki hefur bara of lítið fjármagn farið í þetta. Það er of vanmetið hvað þessi sjúkdómur er víða og hversu illa hann slær fólk, hversu mikil sóun fylgir honum. Og mér finnst menn líka vanmeta alveg svakalega að með því að setja ekkit svo rosalega mikla fjármuni í bæði að styrkja þau úrræði sem er fyrir eru og koma laginnar jafnvel nýjum, að þá erum menn auðvitað að ef menn ná árangri, þá erum menn auðvitað minnka álag á fangelsiskerfi, löggæslukerfin og allt þetta. Það er ekki gleyma því að
þetta er fjárfesting sem borgar sig á einhverjum tímapunkti getur líklega. verið það, þetta er einn af þessum sjúkdómum sem er mjög vanmetin. Og virðist vera einhvern veginn eins og Íslandi sé að hlaupa einhver meiri ofsi í til dæmis hvaða efni verið að nota og svo framvegis Já. og maður les hörmungarfréttir af dauðsföllum. Þau hafa nú til dæmis að því að þau hafa nú verið ansi mörg núna að undanförnu, dauðsföllin því miður. Og það heyri ég út af til dæmis hvort það heiti fentanyl eða eitthvað annað, það er einhver eins og brjálæðislega sterku efni sem bara geta Ketamín. Já, eitthvað svona. Nú menna að sjá eitthvað vöxt í því. En Já, þessi og það sem ég hugsa skilur hvort þetta geti hafa komið og farið sko. Það er tískusveiflur í því eins og... Já, en þess vegna þessi skilur hvort að... Ópíóðarnir, þeir eru virðast vera komnir til að vera í svona alvöru fíkn og bara rétt eins og Ísland svona einan gæðsala bara slapp við heroinnið á við önnur lönd sko, hvort að við séum bara að fá þetta setna og þetta sé bara að ríða á húsum hérna að fullum þunga sko, sem náttúrulega bara katastrófist, en ég veit ekki hvað hægt að gera alltaf að stoppa það sko, þú með hugmyndir það? Ég meina, þú veist, þetta er auðvitað bara svona alvarleg sprautuneysla, það sem að menn er að sprauta sig með þessum efnum, þetta er auðvitað svo lífshættuleg neysla, það er auðvitað það sem að hefur breyst. Já. Meina, áður fyrir voru menn mjög uppteknir af, þú veist, e-töflunum og því þegar það kom, sko, þá voru að sjá allt í einu einhver dauðsföll bara beint, það kemur eitthvað nýtt inn og allir verða hræddir. Já. En þessir ópíóðar eru komnir til að vera, held ég. Já, ert þú með eitthvað núans í þessum neyslu rýmum og þessari afglæpa væðingu, þú veist, ert þú svona einarðu stuðningsmaður þess eða þeirra stefnu, svona afglæpa væðingur og svo framvegis? Já, við verðum að átta okkur á því á sama tíma og þú veist, við verum bara átt okkur á því að fólk sem er í neyslu, þetta eru veikt fólk. Ég ætla ekki að horfa framhjá þeir eru framir ofbeldisverk eða afbrot. Nei. Menn þurfa að bera ábyrgð á sér og sínu lífi, hvort sem menn er í neyslu eða ekki, og menn eru þú veist, í einhverjum miklum ofbeldisbrotum eða eitthvað slíkt sem að tengist neyslunum, þá þurfa menn að bera ábyrgð á því. Það er ekki að segja bara, þú ert veikur, þú fær frítt spil. Nei. En við verðum auðvitað að horfast í augvið að margt af þessu fólki sem að lengst er gengið, eða allt fólki sem að lengst er gengið sérstaklega, þetta er bara fárveikt fólk. Já, þetta er bara fárveikt fólk. Já. Og ég er hrifinn af þeirri hugmynd sem að er að verða, held ég, útbreiddari út allt, að við hljótum að vera að vinna alltaf út frá því að reyna að lágmarka skaðan sem allt þetta veldur. Skaðaminnkun. Afglæpavæðing er eitt dæmið í því, skiluru. Þá hafa menn verið að hengja sig í því að það sé svo erfitt að til dæmis að meta skammtastærðir og eitthvað svona sko, en þú veist, það er að senda fólk til tungsins og við getum nú aldeilis verið að meta það hvenær eigi að skerða bætur eða borga bætur eða ekki, við finnum bara út úr þessu. Já. Og áfengi búðir, ertu bremsunum gagnvart því eða? Nei sko, þetta finnst mér alltaf svolítið áhafur umræða sko, ég meina við sem þegar við förum til útlanda, út á Spáni eða eitthvað og labbar inn í maturverslun og það er bara allt fullt af brennivíni inn í búðinni sko. Og svo er þetta einhvern veginn með allt öðrum hætti eitthvað staðar annar staðar og allt þetta. Það eru auðvitað miklu stærra skref, nú er svo mikið verið að tala um netverslaninnar, það að setja áfengi bara í hillur verslana er auðvitað miklu stærra skref og það svo sem er ekkert eitthvað mikil umræða það akkurat núna sko, þetta snýst nú mikið um netverslanir. Ég að minnstakosti þegar menn er að tala um þessa hluti, þá finnst mér persónulega að við ekki að vera að beita fyrir okkur veikasta fólkinu vegna þess að veikasta fólkið, þeir sem er í mestri þörf fyrir aðstóð, fólk með mikinn fíknivanda, hvort sem að það er nú að drekka vín eða nota eitthvað, þetta fólk verður sér alltaf úti efnin sín, hvort sem að það er áfengi eða eitthvað annað. Það er ekki til útsjóna samara fólk í veröldinni þegar kemur að því að svona við þetta fíkninu sinni hafa sína leiðir heldur en þetta fólk sko. En auðvitað, þú veist, allt svona við verðum auðvitað að hugsa en það er áhugavert að hugsa til þess að sé mögulega einmitt að eðlismunur á að leyfa bara þessa netverslun og að fólk geti þá frá það sótt sér en þá er það bara eitthvað en ekki úti í hillum, það er alveg áhugaverð millileið. Já, ég meina ÁTVR eru auðvitað með netverslun og það, þú veist, nú erum menn að takast á það er eðlilegt að fyrirtæki sé með sko lagarinn hér og getur sendt samdags. Það er að setja reglur um þetta allt. Þú veist. En aftur, ef maður tekur frjálshyggjuhliðina, hvað á ríkið að vera vefjast í þessu skuli? Það er bara stór spurning. Já, og á allt að miðast, þú veist, langflestir drekka sér á skaðlausu. Já. Það er bara þannig. Ég gera það ekki, bara alls ekki, en flestir aðrir gera það. Já. Á alltaf miðast við mig og það eða þarf ég ekki bara að laga með að samfélaginu eins og það er
þú veist, ég hérna, það svolítið, þú veist, það eru svo margar breytur í þessu, ég menna, akkur þú getur neysla og áfengis neysla verið verri á einum stað þar sem að takmörkun eru meiri heldur en á öðrum stað þar sem að frjálsræðið meira. Þá eru þetta einhverja samfélagslega breytur inn í þessu líka sem að hafa áhrif. Aðgengi ekki algildu mælikvarði á. Nei, en þetta skiptir það líka máli, sko, ásýnd og allt þetta. Og þú veist, ég ætla sko svo sannarlega ekki að gera hérna lítið úr áhyggjum fólks af því. Nei. En þetta er ekki þannig hérna á Íslandi að það sé lítið aðgengi að áfengi. Það er ekki þannig. Einfalt að þetta sé áfengi. Líka einfalt að segja bara nei, víkburt, satan. Já, þú veist, við bönnum ekki, hérna, við getum ekki lagað allt með því að banna og búa bönn. Ég meina, við höfum tekið þá stefnu hérna þegar kemur að fíkniefnum. Við ætlum bara ekki, þau eru bara bönnuð. Við samþykjum ekki að það sé aðgengi að fíkniefnum, ólöglegum fíkniefnum, kókaini, amfetamíni, hassi og öllu þessu dóti, bara ekkert aðgengi. Samt er þetta flæðandi hérna út allt, sko. Börnin, miklu auðveldra og fljótvirkar að panta þetta fyrir börn. Það er ekkert aldurstakmark fyrir börnin þarna. Þú veist, við erum líka að missa skilur ákveðna stjórn á og skatthyggjur. Já, svo höfum við alltaf að tala um það. Þetta er ekkert einföld umræðan en hún er nú svolítið þannig að menn bara einfalda hana alveg út í drep og þetta er hægt að leysa allt bara með því að hérna lögleiða allt. Það eru þetta ekki, það er bara hellingsvandamál sem að fylgja því, sjáum bara þetta er mismunandi eftir fylgjum í Bandaríkjunum. Hvernig kannabis opnunarnir og því hefur farið með samfélög, það er ekkit, það er svæðisbundið svolítið, sko. Reynst ömulega sumstaðar og það hljóma mjög illa fyrir mér eins og kannabis hefur svakalega neikvæð áhrif á marga, sko. En þú veist eins og segi, ég eitthvað með mína tilfinningar gagnvart því að segja það, skilur mér. Þægilega leiðin eru þetta að segja, herru við bara bönnum þetta. Já, einmitt. Eins og það hafa ykkur áhrif. En virkar það? Nei, einmitt. Það er málið. Þú veist, við verðum að stjórnmálamenn þarna kikkar inn pragmatík. Bara pragmatík verður að vera þessu líka. Mér finnst það einkenna öll þín stjórnmál, pragmatíkin, eða ekki? Mér finnst hún nálgast þetta svolítið. Þetta er allt bara verkefni að leysa. Stundum eru málin í deiglunum og stundum ekki. Og eitthvað mál getur verið í deiglunni núna og þá eru einhverjar aðrar aðstæður sem hafa áhrif á með þeim hætti að það þarf að leysa málið svona en ekki hinsegin og svo getur það bara verið með öðrum hætti. Skilurðu, þetta er hérna stjórnmál eru þetta líka. Stjórnmál eru hugsjónir, hægri, vinstri og allt þetta en líka að leysa verkefni. Er ekki stundum leiðilegt að tala um þessum mála því að fólk er alltaf að spyrja mig hvort ég fari í pólitík bara nei, ég held að það er svo leiðilegt að ræða þessum mála sem ég hef engan áhuga á. Já, þú veist, það er ekki leiðilegt en þú veist, það eru þetta hérna, þegar það er verið ofur einfalda mál. Við lokum landinu, opnum það alveg, bönnum ekki. Þú veist, hverjar eru afleiðingar af að gera? Við verðum alltaf að ræða þetta líka, sko. Og hérna, hvort sem að menn eru til vinstri eða hægri, eru frjálslyndir eða íhaldsamir, þú veist, við verðum alltaf að leyfa okkur að hérna tækla viðfangsefnin bara út frá veruleikunum eins og hann en ekki út frá einhverju sem að við vildum að væri. Skilurðu mig? Það er góð lokaður, eða ekki? Jú, þess vegna, sko. Við getum greinlega verið en í einhverju tíma í viðbútt, þetta gjörðu svolítið langt. Jú, 1,5 klukkutími. Við ætlum ekki að hafa þetta lengra að sinni. Takk hérlega fyrir komuna Sigmar. Gangi ykkur bara hæfilega vel á næstu mánuðin. Ertu komin í kjósendahópinn? Ég veit það ekki. En heyrðu. Þú hefur góðan tíma til að hugsa þetta. Og það er í pólitík breytist með margt, skilur. Maður veit aldrei hvert málinn þróast, skilur. Hvernig maður allt í einu breytist. Mér finnst þetta bara einsetning. Mér finnst fallegt í dag hvað fólk er ekki bundið stjórnmálflokkum eins og að vara á því. Já. Mér finnst það gott. Erfitt en gott. Heyrðu Sigmar Guðmundsson, takk hérlega fyrir komuna og þið áhorfendur heima. Guð bless ykkur.